Ég var einn af þessum sem fór aldrei öðruvís en að vera með allan öryggisbúnað belti og axlabönd og fallíf og hvaðina sko. Og ég var alltaf að vanda mig. Ég var alltaf að passa það að lifa lífinu samkvæmt bókinni, vera til fyrirmyndar og svo framvegis. En ef ég mætti lifa lífinu aftur núna, þá myndi ég taka fleiri sénsa. Ég myndi vera kærulausari. Ég myndi ekki vera að hugsa þrifin jafn vel og ég gerði áður, skilurðu. Ég myndi fara snemma á vorin berfættur, gangandi og sjá upprisu sólarinnar og sólsetrið og leika með meira með börnunum og borða meira af ís en baunir. Verum ekki svona, perfect. Mörg okkar eru kannski hugsi yfir því að gera allt samkvæmt bókinni. Sleppiði fram að ykkur beisluna daldið og njótið þess í leiðinni. Kristján Gíslason góð vinur þáttarins, eins og allir þeir sem hafa komið hingað viðtal. Og hér hann mættur aftur, hringfarinn sjálfur. Þó hann hafi farið víða í hringferðinni kringum jörðina eitt síns liðs á mótorhjóli, þá var Afríka ennþá óplægður akkur, en Andlit Afríku, nýjasta bók Kristjáns, sýnir og segir frá svaðilför hans Afríku að sjálfsögðu einn á mótorhjóli. Kristján maður sem vann að eigin sögn myrkrana á milli á árum áður, hitti börnin sín minna en hann kærði sig átti fleiri veraldlega hluti en hann þurfti, en heyrði svo áhrifagjarnt ljóð eftirsjá sem fékk hann til að líta á lífið öðru ljósi. Fór í mótorhjólaferð og núna breyttur maður. Engin spurning þið munir hrífast með sögunum hans Kristjáns og lærdómnum sem hann dregur af því að heimsækja alla þessa staði og fólkið sem verður á vegi hans. Ég meina maður á 70-aldri í stríðshrjáðu landi þar sem að borgarstyrjöld að bresta út og hitastigið að sigla yfir 50 gráður. Man þarf ekkert að leiðast í ellinni. Elsku hlustendur, ég hvet ykkur til þess að setja follow á þáttinn ef þið hafið gaman að hlustuninu svona heilt yfir. Follow í Spotify appinu eða subscribe á Apple Podcasts. Svo meira þess að hægt að gefa alltaf 5 stjörnur í podcast appinu en við förum ekki fram á það. Fólk getur hlustað þó það gefi ekki 5 stjörnur. Og það að því að eftirfarandi meistarar bjóða upp á þennan þátt. Ólífa vörlínan býður upp á bestu fitu sem hún kemur ofan í. Og ekki þannig að það sé erfitt að koma inn í ofan sig þvert á móti því þetta ekki bara hollustan ein, gott fyrir hjarta og æðakerfi og bólguðandi, heldur þetta ómissandi bragðbætir í alla matagerð. Þið heldur að matur þyrfti að vera annarkvort hollur eða bragðgóður. Þangað til þið smökkuðu Ólífa. Ólífa verður svo með fallega Ólífa gjafapóka í verslunum jólin og mun andvirði þeirra renna til votlendissjóðs. Í sig skyr með karamellu popp bragði. Ég sagði alveg karamellu popp bragð. Ný eldgósaútgáfa af í sig skyr komin og hún í takmörkuðu upplagi og einu takmörkin sem ekki voru sett hversu fáránlega gott það á bragðið. Gamla góða, íslenska skýrið, 15 grömm af prótínum í hverri dós, kolvetnaskert og í sérstakri eldgósaútgáfu. Þú verður að smakka. Eirberg, fyrir mér, eru græjur pluss heilsa. Nuddbyssur, íþróttafatnaður, dagsljósalampar. Þetta allt á eirberg.is og í risaverslun þeirra á Stórhöfða 25. Ekki nóg með að finnir allt sem þið vantar fyrir þinn heilbrigða lífstíl, heldur finnir líka jólagjöfuna fyrir systuðina sem langar svo ótrúlega mikið í Theragun Pro nuddbyssuna í jólagjöf. Farðu á Eirberg og græjaðu málið. Vitið það að magnesium svo stórkostlega mikilvægt fyrir okkur og sérstaklega til að takast á við vöðvaspennu, streitu og stress. En vandamálið að upptakan eða frásogið á magnesium bætiefnum heilt yfir frekar lélegt. Ultraaktiv magnesium styðst við Solugel tækni sem eykur leysni í maganum og ekkert smá því töfluna leysast upp 10 sinnum hraðar og innihalda 3 sinnum meira magn en aðrar magnesium-oxíð töflur á markaðnum. Ultraaktiv magnesium fæst í næsta apóteki. Hetja dagsins, hetja landsins, Sætoppur. Íslenskur fiskur hefur alþjóðlegt orðspor gæði og bragð og við þökkum Sætoppi fyrir það góða verk sem þið vinna því þið nota einungis ferskan fisk til að bjóða upp á hágæðavöru sem dreift út allan heim. Sætoppur, staður þar sem að fiskurinn, flutningurinn og gæðin í hæsta gæðaflokki. Að sjálfsögðu ferðast til Kemi á Tungahálsi 10 eða á kemi.is þegar vantar alvöru rafgemi, Kemi með úrvalið og Boss tryggir gæðin. Ég vil svo sjálfsögðu benda á hringfarinn.is þar sem að þið getið verslað bók Kristjáns Andlit Afríku eða hringfarinn fyrri bókina sem sýndi frá mótorhjólaferðina hans hringinn í kringum jörðina. Nú komið að Kristjáni Gíslasyni sjálfum, gjörið þið svo vel. Ég hélt í raun og veru þegar ég væri búin að fara hringinn hnöttin að það yrði endaloka mínum svona svaðilförum vegna þess að ég sá ekki fyrir mér að kona myndi verða með mér á hjóli.
Nei. Það breyttist hins vegar. Einmitt. Og síðan kannski annar vinkill á þetta sem að ég ætla að fá að spyrja það út í og við rættum það í síðasta þætti sem að síðasta þætti þegar þú varst hérna þáttu með 33 með vinnir rétt ef endur taka hann aldrei hætta að þora hlustendum til uppröðunar, getur þú sagt mér hvað þessi setning þýðir? Já, ég held að sé ágætt fyrir okkur í raun og veru aðeins að ég segi frá hringferðinu minni svona til þess að halda öllum upplýstum líka og sitja okkur á réttan staði í söguna að hérna sagt, árið 2013 þegar ég var búin að vera 1 ár á mótuhjóli, í raun og bara 1 sumar þegar maður ekki á mótuhjóli veturinn að þá ákveði ég að fara hringinn í kringum hnöttin á mótuhjóli 1? Nei, ákveði ekki 1 ég ákveði að fara með vini mínum og hann ætlaði að koma með mér en hann beilar átt hann hættir við á síðustu stundu sem maður getur sagt á áramótunum 2013 og 2014 þá segir hann, ég hættur við og þá hérna stóði ég frammi fyrir því að þú veist, átti ég bara að hætta eða átti ég að fara 1 og þá það faðir minn 89 ára gamall sem segir mig Kristján, aldrei hætta að þora farðu 1, það verður miklu meiri upplifun þú veit þetta, það verða til allskins opnanir og tækifæri og farðu 1 og þetta meira að segja sýnt frá þessu í upphafi heimildarmyndarinnar sem var gerð á sínum tíma hringfaran þegar ég fór hringinn þar sem hann segir þetta þú veist, og það var enginn sem að studdi mig eins vel eins og pabbi það skein nefnilega á hann og þú tókst þetta upp og hann segir að já það best svoleiðis já það best þannig það var ekkert að draga nei og ekki var það eins og hann hafi verið að fara hringinn í kringum hnöttin að fara á svona ferðir hann bara var alltaf til skilurðu og þessi setning hún var til þegar hann bauð okkur í Hveragerði í tilefna 70 ára afmælisins 2. ágúst 94 og hann við gistum á Hótel Örk og gott veður og við börnin hans og barnabörnin í sundlauginu upp á bakkanum og allt í hennu heyrum við pappa sjáiði, segir hann og hann tyllir tánum á laugabakkan og svo bara fer hann flikk aftur á bak út í laugina 70 og kemur tilbaka og reyndar lenti nú svona, þú veist, ekki beint með stæl sko, það er ekki svona ekki 10 fyrir nei, það var ekki eins og að vera búin að æfa þetta og svo kom hann upp aldrei hætt að þora þú veist, þetta var bara setningin hans og þetta dálítið svona það sem að búið ég uppalinn við í gegnum tíðina við römmum þetta inn í þessari setningu að ég fæ alltaf þessa hvatningu sérstaklega frá pappa og var þetta ekkert sem að svona greipa hann eitthvað í seinni tíð að hann hugsaði að hann ætlaði að byrja að kýla meira á hlutinu þetta var eitthvað sem þú varst vanur já, hann var alltaf tilbúin til þess að láta vaða þó að hann myndi mistakast og ég held að það dálítið mikil sko leksía sem felst í því að geta tekið gera framkvæma hluti og að viðbúin að það mislukist alveg sama hvað þú ert að gera og ég kannski má líka segja frá því að áður en ég fer þessa hringferð mína sem ég fer 2014 að þá hafði ég lesið ljóð ég man ekki hvort ég nefndi þetta í síðasta þætti eða ekki en allavega þetta held ég stærri áhrifavaldur heldur en ég hef kannski gert mig grein fyrir. Ég las ljóð árið 2011 2 árum áður en ég ákvaða að fara í ferðina og það var eftir argentíska skáldi Jörges Luis Borges sem að og þetta ljóð heitir lífsstundirnar Instantes og þetta ljóð, það segir frá gömlum manni, 85 ára, sem má segja við dánabeðið sitt og hann að fara yfir lífið sitt og hann segir sko, ég var einn af þessum sem fór aldrei öðruvísi en að vera með allan öryggisbúnað belti og axlabönd og fallíf og hvað hennar sko
og ég var alltaf að vanda mig, ég var alltaf að passa það að lifa lífinu samkvæmt bókinni, vera til fyrirmyndar og svo framvegis. En ef ég mætti lifa lífinu aftur núna, þá myndi ég taka fleiri sjensa. Ég myndi vera kærulausari. Ég myndi ekki vera að hugsa þrifin jafn vel og ég gerði áður, skilur. Og svo, ég myndi fara snemma á vorin berfættur á stað, gangandi og sjá upprisu sólarinnar og sólsetrið og leika með meira með börnunum og borða meira af ís en baunir, skilur það. Þannig að hann að segja við okkur, verum ekki svona perfect. Mörg okkar eru kannski hugsi yfir því að gera allt samkvæmt bókinni. Sleppiði fram að okkur bisluna daldið og njótið þess í leiðinni. Skilur þið, ég meina, við erum ekki að tala það að fara út í einhverja óreglu, heldur meira það við sem að erum svona kerfisfræðilega hugsandi fólk eins og ég kerfisfræðingur, og ég held það að þetta hitti mig dálítið í hjartastað og konunum minn líka. Þú veist, að því þarna var hann kominn og hann segir í lok ljósins, hann segir hann, sjáðu nú til, nú ég 84 ára gamall og að dauða kominn. Þarna var hann, sá hann eftir því að hafa ekki nýtt lífið til þess að gera og framkvæma fleiri hluti. Og ég held að það sé ömurleg hlutskipti að lenda í því einhvern tímann á lífsleiðinni, tala nú ekki þegar maður liggur fyrir dauðanum, að sjá eftir hlutum. Og það það sem að kannski dreif mig þegar mér gafst kostur á því, vegna þess að ég hafði selt fyrirtæki mitt, ég var ekki með neina starfskyldur, ég stend bara hvað ég að fara að gera. Ég segi, já, nú ætla ég ekki bara að gera eitthvað sem ég mun muna eftir fyrir lífstíð. Og ég spurður að því, byrju, akkur fórst ekki bara hringingum og fórst ekki bara í skemmtiferðaskip og flugst á fyrsta farrými og allt það. Það var ekki tilgangurinn. Auðvitað það ein tegund af upplifun. En ég var að sækjast eftir ævintýri. Skilurðu, þú gerir það ekki á skemmtiferðaskipi, þar ertu farþegi og það að hugsa fyrir öllu þar. En þegar þú tekst á svona áskorun að fara einn á mótihjóli, hringinn einhvern hnöttin, þá vistu það að þú þarft að eiga við svo marga hluti og takast á við svo margt. Einmitt. En það kem ég tilbaka og, veist, og þetta er bara ævintýra ár lífsins. Ekki á leiðinni, meðan það verið að skipuleggja, meðan það verið að sjá þetta fyrir sér, þetta vofi kannski yfir, þú veist, þú ert að fara búin að skipuleggja ferðina með góðum fyrirvara, ekki ágætis viðnám, ekki svolítið svona, þarft ekki svolítið að tala þig til að láta bara verða þess og síðan kom einhver svona, ég veit ekki hvort að ég kalli þetta áföll, en eins og það allt í einum kemur upp að þú að fara einn, þarft ekki svolítið kannski að minna þig á það, herru, þú veist, jú, þú ætla að víst að gera þetta, bara, höllum okkur bara inn í þetta verður ævintýri, þetta blessast allt saman. Já. Sko, ég var búinn að reyna að undirbúa ferðina eins vel eins og ég gat. Þú veist, ég hef aldrei farið hringingum hnöttin, þannig ég vissi ekki hver ég átt að byrja. Og það var áskorun að leita að upplýsingum vegna þess að þær upplýsingar sem liggja á netinu, þær eru svo neikvæðar, marga hverjar, og það dregur úr þér máttin. Og ég held að það hafi verið ástæðan fyrir því að vinur minn hætti við. Hann las yfir sig, ég segi það við hann, þú last yfir því. Ég hafa bara ákveðnum tímapunktir sem ég þurfti bara að íta öllu þessu til hliðar. Af því að ég fann að þetta var að fara að hafa áhrif á mig. Einmitt. Og svo þegar maður fer á stað og maður lendir í þessum aðstæðum, þá þarftu að, og það er mjög erfitt þegar þú lendir í einhverjum, þú veist, sjokkerandi aðstæðum, að þú áttir það á því, þetta er hluta af ævintýrinu. Ef þú lendir ekki í neinu svona, þá er það ekki ævintýri. En það er alltaf jafn erfitt að átta sig á því, að anda sig inn í þetta og segja, já, heyrðu, byrju, þetta er það sem ég er að sækjast eftir, þú ert alveg terrified, en þú er að minna það á það og þú róa þig niður og þú byrðir til ákveðið svona ferli í að meðhöndla þessi sjokkarandi atriði. Og ég var alveg komið með, það fyrsta lagi það, þú veist, áður þú lendir, sama hvað það er, þú veist, hvort sem það er að
þú fær neitun inn í land og þú kemst ekki áfram eða lendir í bílslys eins og ég lendi, að þú þarft að róa það niður. Hvaða ákvörðun tekur næst? Þú verður að ná þér í algjört jafnvægi áður og ferð að ákveða hvað ég ætla að gera næst. Og til þess að ná þér í jafnvægi, þá þarf þetta að vera útkvildur og búin að borða. Þetta tvennt er algjör forsenda þess að maður getur tekið rétt ákvörðun. Svo þarf þetta að fara að setjast niður og segja, ok, hverjir eru valkostirnir í stöðunni? Einn er að hætta við, fara tilbaka, annar þetta og þetta og þetta. Svo er það að vega og meta, hvað er best að gera? Ef þú gerir þetta ekki í þessari ró, þá er hættan á því að þú hoppir á það sem er einfaldast, skilurðu? Og það er hætta við að gera eitthvað. Þannig að, og ég held að sko þetta bara á við lífið sjálft líka. Þegar þú lendir í þessum aðstæðum, þá verður maður að ná því að gjörsamlega að róa sig niður og taka eins skynsamlega ákvörðunum að getur. Og sömulegis er svona huggun í því að stíga hans út fyrir sjálfan sig og horfa á þetta eins og bara einhverja sögu sem er eiga sér stað og eins og þú, við erum núna að tala bílslys sem að þú lendir í eða höfnunum að komast inn í land eða einhver svona erfiði og eftir að hyggja þá er einhvern veginn, það var þetta einhvern veginn góð saga og mér finnst að segja þetta bílslysið og þess áttar en aftur á móti það fór vel klálega og þess vegna kannski hægt að tala þetta á þeim nótum en eins og bara að fá að fara í heimsókn einhver staðar eða gista heima hjá okkur alltaf er auðveldur að segja nei ég tek bara hótelið ég tek öryggið einmitt það, þú veist ég er að fyrst þú nefnir þetta sko þá erum við kannski komin aðeins inn í Afríku þáttinn núna að þá lendi ég í þannig aðstæðum að hérna mér virtist allt vera allir möguleikar lokaðir þegar einhver smá opnun á sér stað sem verður því lík upplifun og lærdómur og ég kannski eigum við að áður í ferðinni það flæða niður Afríku slæta niður Afríku einmitt, sliding through, sko, hérna áður við hefjum ferðalagið, ástæðan fyrir ég nefndi aldrei hægt að þora er að þú klárar þarna hringin í kringu jörðina og ég talaði það hérna við þig þegar við hittumst fyrir þáttina að sko, þú veist, það verðist hringur er eitthvað sem að sko hefur ekki upp á endi, maður lokar hringnum og þá einhvern veginn verðist þetta bara búið þá ertu búin að hérna, taka hringin og bara takk fyrir mig pent en í hringferðinni þá snertur ekki fæti á Afríku þú komst aldrei þar við og þegar þú ákveður að fara í að halda áfram var einhvers konar svona var einhver tímann bara svona tilfinningin að nú sé komið gott bara nú ætla ég að finna mér, nú ætla ég að reyna að byrja aftur í golfinu eða mótorhjólinu er bara búin eða var eitthvað þarna aldrei hægt að þora að augra sér aðeins meira áfram sko ég eins og ég sagði núna í byrjun þegar eftir hringferðina mína sem átti að taka 34 mánuð og urðu 10 mánuðir skilur að ég sá aldrei fyrir mér annað en það að þess svona tegund af ferðalagi væri lokið. Nú myndi ég bara einbeita mér að ferðalagi með konunni, hún var ekki á mótuhjóli, að vera eitthvað að leigja okkur bíl og eitthvað svona sko. En síðan átti það sér stað að við vorum á Spáni og ég plata hann á hjólið eina helgina og bara segja, bara taktu þessu eins og það er og ég notaði svona smá triks, ég fór inn á rosalega flott svona boutique hótel og þú veist að upplifun var svo mikil að vera búin að vera sveitt og þreytt eftir daginn og koma inn í algjöran lúxus og það að sko stutta útgáfan er bara svo hún stein fjall fyrir þessari ferðamennsku. Og hún var sérst ekki farþegi á hjólinu á þér? Jú, hún var farþegi. Nú, okay, hún var farþegi á Spáni sko. Þannig að hún fellur algjörlega fyrir þessu sko mótihjólinu og hún er nú eins og hún þarf að hafa svo mikið sko rými kringum sig, space, þú má aldrei þrengja að henni, ekki föt eða nýtt sko. Og það að finna þetta mikla frelsi á mótihjólinu, það var til þess að hún steinfjall fyrir þessu. Og svo annað, smá svona insight sko, að hún þolir ekki biðraðir. Og ég er í vandræði með hana vegna, hún er alltaf búin að pota sig á undan mér, að því ég er svo, sko, ég get ekki farið á fram fyrir fólk sko, en henni tekst það alltaf. Það að vera á mótuhjóli í traffík og traffíkstöppu og það
leifist mótuhjóla fólki að filtera sem kallað það að segja fara á milli bíla þegar þeir eru stopp sko og þetta og við mína maður þannig að hún allt í hennu fann bara að segja Kristján, hvenær förum við næst? Og eitt leiðir af öðru og við förum þarna í tilefna 40 ára brúðkaupsafmæli okkar, þá förum við Bandaríkin, coast to coast og og við förum á mótuhjólinu og förum og ljúkum þeirri ferð og það var til þáttur úr því og þar hún svona kynnt til sögunar sem hluti af þessu hringfara dæmi og svo var ég búinn að segja það við sundfélagana mína, ég nú ekki mikið í fótbolta sko, það mikið fótbolta umræða alltaf í pottinum á hvernig tíma og ég einhvern veginn sagði þetta eitthvað fáralegt að íslenska landsliðið myndi komast til Moskvu á HM sko, þannig ég sagði strákar, ég ætla að fara til Moskvu ef íslenska knattspyrnuliðið í knattspyrnu kemst þangað og ég bjóst aldrei við að þurfa að fara þangað en svo kom að því og ég náttúrulega stóð við það og ég fer sagt, til Moskvu og konan kom með mér frá í gegnum Eystrasaltslöndin og svo vesinn við landamærin sem rakið í þættinum og ég ekki að segja frá því sérstaklega en við lentum í vandamálum og ég þurfti að fara tilbaka og allt það. Bara alveg ævintýri? Já, það hluta af ævintýrinu þarna. Þetta var eftirminnilegt, ég falsa búið inn í skirteini á mótuhjóli að ég komst ekki inn í Rússland út af því að þeir skildi ekki íslensku sko. Þannig að og síðan endar sú ferð ætlaði reyndar að fara aðra leið en ég komst bara ekki inn í Úkraínu, það var stríð í gangi þar, þannig að þá fer ég yfir til Hvíta-Rússlands og til Slóvakíu og Ungverjalands og enda ferðina í München og þar veit ég ekkert hvert við myndum fara, skiljur þannig að geymum þá mótuhjólið þar komum síðan haustið og ákveðum að fara niður Króatíu ströndina við Adriahafið og lengi langa til þess að gera það og á þeim tímapunkti vitum við ekkert neitt, þá Afríka ekkert inn í myndinni skilur, ég ekkert búin að ákveða neitt sko, hvort ég að fara til Afríku eða hvort við erum að fara yfir til Ítalíu eða hvert við erum að fara eftir þá ferð. Við endum eftir að hafa farið í gegnum einhver 8 lönd þar, þá endum við í Þessalóníku í Grikklandi og fljúum heim. Og þá sagt, næsta vor, við gerum ekkert veturinn, að þá erum við, yfir veturinn erum við að ákveða okkur hvað við að gera, en farið til Ítalíu eða hvað. Og þá farið að kvikna pera hjá mér, að fara, þarna kannski mómenti hjá okkur að byrja að fikra okkur niður á Afríku. Og þú vissir alltaf að Afríka yrði einhver tíman áfangastar? Já, sko, það var, get ekki sagt það hefði endilega verið neitt alveg svona einhver mission hjá mér. En þarna allt í einu kviknar sko bara nisti hjá mér að nú möguleikinn að fara bara niður Afríku sem fannst rosalega spennandi og ég selkonun þetta á þeirri forsendu að við færum niður Grikkland heimsækjum góða vin okkar í Aþenu sem annað ævintýri þaðan færum við yfir til Ísraels og létum hjólið bara í fraktskip og fljúga yfir myndum ferðast Ísrael og Jórdaníu og síðan að fara inn í Egyptaland og þá segi þú veist, ef þér líst ekkert á framhaldið, þá myndið þú bara fljúga heim frá Kaíró og gera þetta allt mjög soft, skilur það eins og ég var með þetta allt á hreinu en þannig að hún kaupir þessa hugmynd sko og við förum þannig að niður Grikkland sem að, þú veist bara ótrúlega upplifun að fara í gegnum Grikkland og hvert sem að fara og skoða Grikkland, það mikil upplifun. Hvað að tala að maður sé lengi að fara gegnum Grikkland? Já, við höfum verið áður, þá vorum við í 2 vikur og þarna vorum við einhverja tæpa viku, það við fórum bara beint suður sko og höfðum þá þegar farið svo víða. En þannig að við komum sendum síðan mótuhjólið með fraktflugi, skipi og fljúum svo sjálf til Ísraels og
og erum síðan í Ísrael alveg bara förum, ok, Ísrael er ekkert rosalega stórt land, en við fórum alveg sko á milli allra hérna landa stöðva sko og kynntumst Ísrael mjög vel og það var, ég hef lengi haft áhuga á því að kynna mér sögu Ísraels og einhvern veginn bara finna hvernig takturinn í Ísrael og þetta var dálítið yfirþyrmandi að finna hvað þetta náttúrulega mikið herríki, þeir þurfa að verja sig mikið vegna þess að þeir má segja þeir séu með óvinnu alla vegu. Þú finnur fyrir því sem bara svona áhorfandi? Já, þú sérð mikið, mikið hermönnum á vakt, kallmenn og konur og við alls konar landamærastöðvar og slíkt og bara líka, þú sér hermennina vera að fara á vakt og þeir eru bara með byssuna hangandi á annari öxlinni og gangandi niður í bæ að fara heim og það er ósköp eðlilegt sko. En samt friðsælt? Já, það er allt friðsælt þarna, en sko það sem ógnin á margan hátt sko, hvað ég segja, það er stöðug ótti hjá Ísraelum vegna þess að Hamas skærulegar sem eru við Gaza eru alltaf að senda yfir flugskipti sem er í raun og veru svona stærri gerðin af rakettum stærri, þeir bara búa til ógnina við að vera að sprengja, senda þetta yfir og það er alltaf verið að senda þetta og það er einhverja 10.000 svona eldflögar eða rakettur sem eru sendar á hverju ári yfir og svo eru þeir með háþróðu varnarkerfi sem að fara og skjóta niður þessar eldflögar og þú veist, og fólk er alltaf í þessum stöðu ótta, það fann maður. Íbúar. Þeir finna alveg fyrir þessu þú talum. Það sem þú talum er ekki inn á okkur pínulitlu svæði sem þú þarft að komast að eða er lokað af, þetta er bara raunveruleikin. Já. Hversdagsleikin. Já, og venjulega náðar ekki svo langt sko alveg yfir Ísrael, það er ná ekki að draga svo langt, skilurðu. Nei. Þannig að ógnin er mest þannig kringum Gaza. En þetta fann maður stöðugt fyrir sko. Og ég held svo ég aðeins segi frá lítillu sögu þegar ég var á hringnum og ég hitti ísraelsk hjón í Andesfjöllunum þegar sonur minn Baldur var með mér og voru með litlu sveitarhóteli. Og þau eru með litla stúlku og ég fer að tala við þau og þau eru frá Ísrael og ég segi já, þau eru frá Ísrael, mér alltaf langað til að fara til Ísrael, hvernig er líf í Ísrael? Og þau líta á hvort annað og segja, það er gott núna. Og ég segi, gott núna, hvað er við? Jú, séðu til, þegar við vorum á aldur við okkar dóttur og alveg frá þeim aldri til dagsins í dag, höfum við verið að hlusta á fréttir í sjónvarpi og útvarpi eldflauga árás Hamas yfir til Ísraels og það er alltaf í hverjum einasta fréttatíma og við hugsaum með okkur við ætlum að verja litlu stúlkun okkar, við ætlum ekki að láta hana upplifa þessa ógn frá unga aldri. Það sem við gerðum var það að við slöktum á útvarpinu og sjónvarpinu og hlustum ekki á þetta og veistu hvað skeiði? Nei, segi ég, okkur fór að líða betur og þetta er ein af sko stærri stundunum sem hafa markerað mig eftir ferðina miklu. Þú byrjar að velja þér fréttaefni og upplýsinga bara, það er upplýsingar sem þú tekur inn miklu betur eftir þetta, eða ekki? Já. Ég hef ekki í 7 ár hlustað á sjónvarpsfréttir eða útvarpsfréttir. Ég tók prinsip ákvörðun það. Og veistu hvað skeiði? Fór að líða betur. Mér líði miklu betur. Hvernig var það gegn COVID? Þegar það verið að greina nýsmitt á hverjum degi? Ég fór alveg út úr því. Ég sónaði mig út úr því. Alveg? Já. Og í hruninu, veistu hvað var aðal ráðlegging sálfræðinga sem þegar fólk var að koma búið að missa allt og þú veist allt ömurlegt og ekkert svartnætti framundan, veistu hvað aðal ráðlegging sálfræðinga og félagsfræðinga voru?
slökka útvarpinu, fara út að ganga á meðan. Já. Þannig að sko, það sé að segja, en ok, ég skal viðurkenna það, ég kannski les svo mikið. Ég fylgist algjörlega með, ég verð að gera það vegna þess að sundfélagi mínir, annars var ég út úr umræðinni í heitapottinu, skilurðu. Þannig ég þarf alveg að vera up to date. Einmitt. En ég fletti yfir. Nei, ég ætla ekki að skipta mér að þessu, sko. Og þessi og þetta. Þannig ég filtera mig. Einmitt, og þess að segja, þú ert meira svona selektífur á það efni sem þú hleypir inn. Af því að þegar þú situr fyrir framan línulega dagskrá og lætur mataði með þessum hætti, horfandi á, þú ert svo móttækjalegur. Það eru allir nemar sem eru bara galopnir, skilurðu. Og þú kemur þér ekki til þess að slökkva eða svissa, þú ertu bara, og eftir þess að meiri hrotti þá ertu bara ein stór augu, skilurðu. Þannig að þú veist, auðvitað margir sem hvað hann og Kristján, hvað skrítin þú veist, það allt í lagi mér líður svo rosalega vel og ég bara held í fram að mér hafi aldrei líðið betur. Og þetta ekki svona ignorance is bliss að bara ef það eitthvað slemt að gerast þá vil ég ekki vita af því, þetta meira það að þú hefur séð betur hver raunveruleikin þarna út í heimi allavega. Já, það var stóra leksían hjá mér, ekki bara það að hafa hitt þetta fólk, heldur var ég forviða yfir því hvaða heimsmynd ég hafði af heiminum áður ég lagði af stað. Einmitt. Og þegar ég kem tilbaka aftur og ég, þú veist, ég hristi bara hausinn og segi bara, hvar hef ég verið, sko? Og þetta er spurning lífsgæði. Það búið að skerða lífsgæðin okkar svo mikið með stanslausum neikvæðum fréttaflutningi. Jú, þú veist, við munum aldrei geta stoppað einhverja geðveika menn frá því að drepa aðra, skilurðu, á meðan við erum ekki búin að finna lyf eða lækningu á geðveiki og græðki, þá verða þessir menn alltaf til staðar. En þetta er svo lítill hluti sem búið að blása upp eins og þetta sé allstaðar. Og þetta er ekki bara hjá okkur eða vestræna heimi, ég skal nefna það við því þegar ég var í Indónesíu að undirbúa flutningina hjólunum minni yfir til Ástralíu, þá var strákur þar sem var að hjálpa mig við það að græja og gera það allt saman. Hann var að fara til Amsterdam eftir einhverja 2 vikur og hann sagði mér frá því að móðir hans, hún var búin að vera í viku í rúminu. Hún gat ekki hugsa sér það að hann væri að fara til Amsterdam af því að það hefði átt sér stað hryðjuverk í París. Já, bara Evrópa. Já, Evrópa. Fyrir þetta fólk, það var bara, Evrópa var bara eitt sprengjudæmi, sko. Það er búið að blása upp sama hlutin fyrir þau. Við myndum náttúrulega aldrei láta okkur detta til hugar að hætta við að fara til Amsterdam eða einhverja sprengingar ættu sér stað í París. Það finnst hvað maður getur verið, sko, sjálfum sér vestur með þetta, eins og þú ert að tala hvernig Ísrael veist, lítið land og samt sko, mikið svona ásýndin mikið bara herinn og herrmennska og þess aftar, bara sjá byssur og hermenn og þess aftar, meðan á Íslandi ekkert svoleiðis. Og ég var bara að hugsa, hvað við búum á friðsælum stað og allt þetta, en samt sem á þess að textmann að reisa sko þessa svona andlegu veggi einhvern veginn um að allt sé vont og slæmt og þó svo við séum saklaust þá erum við nú samt búin að skýta aldeilis á okkur og við þurfum að laga hitt og þetta, að einhvern veginn bara maður finnur sér óvinnin bara hvar sem maður er. Já, það er einhvern veginn lenskan hjá okkur og ég nefni það líka og nefni það í fyrirlesturum mínum að þú veist stærsta mómentið hvað þetta varðar, það var þegar ég fór inn í Íran. Ég skalf á beinunum, sko, við landamærin og sést í heimildamyndinni en svo þegar ég kem inn í Íran, sko, þá bara hugsaði ég, hvaðan er þetta fólk? Að hvaða pláneta er þetta fólk? Ég er kynst öðru eins fólki. Og þarna kristallast það í allri fréttamennskunni og allt það. Eitthvað stjórnvöld og eitthvað, það er eitthvað allt annað en þetta. Ég er ekki íkja, ég hef aldrei lent í annari eins gestristni eins og í Íran. Og hvet alla til þess að fara til Íran og upplifa þetta stórkostlegt. Þannig að þetta og ég segi það að helsta ógn mín við það að fara þessa ferð voru mín eigin fordómar. Ég ætlaði aldrei að koma, eða ég segi ekki aldrei, það tók mig tíma
að yfirstíga fordóma á svo mörgum sviðum. Ég held ég væri ekki fordómafullur. Ég búin að starfa í alþjóðlegum skiptinemasamtökum, búin að sækja námskeið í menningalæsi og í því hvað og hvað. Allt í einu stendi ég með að því að vera með fordóma gagnvart ótrúlegustu hlutum og að gera sér síðan bara grein fyrir því að ég er fordómafullur og ég þarf að vinna í því og ég gerði það. Þú gast hitt mann sem bara var bara leit hann út að ég langaði ekki til þess að kynnast honum líktaði illa eða hvernig sem það var og svo fórst að kynnast mannin stórkostlið sko ég bara á svoleiðis minningar það búið að aðvara mig til dæmis að vera ekki snertingu við frumbyggjan í Ástralíu þegar ég var komin til Ástralíu þá var farin að gera í því að storka svona ráðleggingum. Já, þetta er það sem ég hef líka heyrt með að maður er alls ekki að vera bara nálægt þeim sko. Já, þú er bara brálæðingar sem er að brenna niður bæi. Já, ég bara, þú veist, ég gerði mig far það að kynnast svona manni og þú veist, og við náðum svo saman og ég eyddi ótrúlega miklum tíma með manninum og mér þess að einhverjum, ég man ekki, það er alltaf ekki verið einhver 6 ár, 6 árin síðar ef ég fór 5 árum síðar, þá fórum við til Ástralíu, ég og Ásdís og þá gerði ég mig far að fara til borgarina þar sem hann var ég ætlaði að hitta hann aftur. Fannst það? Nei, þetta voru páskar og það var rútínan hans hefur verið önnur sko, en mikið óbóðslað hefði ég haft gaman að því að ætlaðir bara að taka langa skotið að reyna Já, við fórum þarna og ég bara, og hann þú veist, ég hefði sýnt honum sko, hann er ein blaðsíða portréttmynd á honum í bókinu minni. Já, vel gert. Og ég bjó til litla stiklu hann líka sko. En þetta er dæmi það sem að það búið að prógramera þig sko. Og þú þarft að brjóta niður þessa fordóma og þá er þetta að upplifa eitthvað algjörlega nýtt sko. En eins og að fara inn í Afríku, upplifur þá kannski bankaði þetta aftur upp á þetta, þarna varstu búin að sjá allan heiminn ef svo má segja. Var eitthvað svona sem bankaði upp á aftur að nú þurftur að passa þig og ég meina það má líka kannski taka það fram og þó svo við fórum yfir það í síðasta þætti að þú veist, þú ferð á eða svona sjálfsvarnar námskeið í Mjölni, þú veist, þú ert passasamur maður, Kristján. Já, ég meina, ég var svo hrættur við það að lenda í aðstæðum þar sem mér yrði ógnað og ég vissi ekki hvað ég átt að gera. Fyrir utan það bara hlaupa eins og ég gæti sko í burtu. Það var nú ráðlegging frá pappa sem sagði alltaf í gamla dag, þú veist, ef þú lendir í einhverjum hlöftu, það er eina sem ég get ekki. Það er ekkert að ég hafa varan á, sko. Nei, já, ég bara hugsaði með mér og ég fór í einhverja 10 tíma, skilurðu, og það styrti mig alveg rosalega mikið, sko, ég veit alveg, ef mér er verið ógnað, þá veit ég hvað ég á að gera, sko. Já. Ég er ekki að fara út í það hér, en ég hef aldrei þurft að nota það. Nei. Og sennilega væri ég búin að pissa á mig úr hræðslu áður en ég til þess kæmi en það er bara gott að vita af því skilur og líka að vera rændur þú veist, það var önnur ógnin sko og það en svo kemur tilbaka og hver er heilda niðurstaðan eftir 48.000 kílómetra gegnum 35 lönd á 10 mánuðum og 10 dögum eða 9 dögum fólk er gott það er ekki flóknari það og það er bara svo yndisleg sko vitneskja inn í brjóstið á manni að vita til þess og hafa fundið á eigin skinni að fólk er ekki bara gott það er frábært 99,9% öllu fólk sem ég hitti er gjörsamlega frábært alltaf tilbúið til þess að taka auka skrefi fyrir mig, bjóða mér heim, bjóða mér út að borða, sína mér velvild á allan hátt, skilur. Og þegar ég fer niður Afríku, þá skrifaði ég markmið hvað mér langaði til þess að gera. Mér langaði til þess að heimsækja staði þar sem Íslendingar hafa einhvern presens, einhver er að vinna einhverju þróunar og hjálparstarfi og svo framvegis. Og finnur þá væntanlega fyrirfram eða ekki? Jú, ég er búin að sitja hvar eru þeir sko og búin að kortleggja það og kynna mér það hér heima og fara á fundi með hjálparsamtökum og svo framvegis. En eitt af markmiðunum var líka að kanna það hvort fólk í Afríku væri eitthvað öðruvísi en annars staðar.
að það væri gott. Skilurðu? Sannreina. Já, sannreina. Þessi heimsálfa eitthvað öðruvísi? Og þetta var bara markmið hjá mér, eitt af markmiðunum, að komast að því og ef að fara yfir það. Hendum okkur í Afríku. Okay. Þú ert, en líka bara til þess að láta fólk vita því, þú ert sem sagt, þú ert búin að fara í mörg ferðalög og þú gerði þætti, þessa 3 þætti sem hétur bara Hringfarinn og þeir lýstu frá ferðinni hringinn í kringum jörðina. Já. Svo byrjar að ferðast með henni Ásdísi Rósu, eiginkonuðinni og fyrrverandi stærðfræðikennarana mínum. Já, mitt. og eftir það búið þið til sem sagt, nokkra svona staka þætti, þú sýnir frá Rússlandi og Bandaríkjunum og allt það. Já. En Afríkuferðin, hún skilur eftir sig aðra bók. Já. Og hún að koma út, var það ekki 12. nóvember? Já. Og síðan, ég veit ekki hvort að það mátti segja, en því verður fylgt eftir með sjónvarpsefni líka. Já, það allt í lagi fyrir okkur að segja frá því. Ok. Vegna þess einfallega að sem betur fer hafa nú þessir þættir þótt það áhugaverðir að sjónvarpið hefur beðið fleiri þætti og þess vegna förum við í að framleiða ferðina yfir Ameríku og til Rússlands sem í raun og veru upphafið að Afríkuferðinni og síðan þegar við erum við vorum komin til Ísrael og það því og spurði líka var þetta sýnilegt, þá langar með sýnilegu þessi herógn og ég sagði já það var aðeins að bæta við það var eitt af því sem var mjög sýnilegt og það var sérstætt við landamæri Jórdaníu og við Dauðahafið og Ísraels að þá voru herþotur sem komu á hverju einasta kvöldi alveg á þessari línu og ég veit ekki hversu háttar flugu nánastu röfu hljóðmúrin, það var svo mikil drunur Á hverju kvöldi? Hverju kvöldi og þarna held ég sem bara að vera að sína mátt sinn, skilur við þannig að þú finnur fyrir Ísraelar sem að taka ekkert eftir þessu lengur en fyrir okkur svona utan það var rosalega Pældu í því hvað þetta skrítið 3 herþotur og eina sem sást það eftir þeim og bara glóandi eldnöttur og þessi rosa drunur maður myndi ekki kæra sig þetta ef það var eitthvað svona á Íslandi bara, hvað að spreða skattpeningum og en þeir alltaf búa við allt annan raunveruleika og það sótt af þeim og ég ætla ekki að vera að segja að þetta sé bara til þess að flexa en þetta bara óþægilega raunveruleika og við erum ekki að fara út í það en þú veist, móti hjólamaður frá Íslandi hann ekki stöðu til þess að dæma eitt eða neitt í þessu sambandi nei. En ég ætla að segja frá því sem að mér finnst að vera dálítið skondið í raun og veru að ég sem sagt, áður en ég kom mér datt ekki til hugar ég fengi að vera með drónar minn í Ísrael. Það tókst? Ég þurfti bara að sækja það, gerast meðlimur í ísraelska flugáhugamannafélaginu og ég með license sem drónaflugmaður í Ísrael. Frá bara DJI eða frá Ísrael? Nei, bara frá ísraelska innanríkisráðuneytinu. Right. Og ég ég ekki með á Íslandi eða hvergi annar staðar. Nei. En ég alveg viss það að þegar tæknin þeirra svo mikil að þeirra viss nákvæmlega hvenær ég tók upp drónun. Já. Og það voru alveg skýr svæði þar sem ég mátti alls ekki lyfta drónun. Og ég virti það allt saman skynnulega náttúrulega. Já. En það var á einu stað þar sem að ég, þú veist, maður er náttúrulega alltaf eitthvað að taka myndir og vídeo og maður er að búa til einhverja nýja vinkla og ég segi Ásdís, nú látum við drónum fylgja okkur. Og þá voru að fara svona milli, það var bílslis og við þurftum að fara tilbaka og til þess að komast yfir á annan veg, þá þurftum við að fara yfir svona malarveg og þá spörum við okkur einhvern klukkutíma. Og ég segi, þetta svo flott við platana til þess að lyfta drónan og geta allt á hreyfin nema hvað, svo var þetta alltaf eitthvað erfiðar ég raun og veru það var svona smá challenge í þessu að vera með hjólið og þú veist, ég með drónan og eftir mér og hún aftan á og þú veist, ég má aldrei gera hana hrætta, þú veist, annars hún bara hætt þessu En þegar við erum koma á hinn veginn, að hinn veginum, þá sé ég bara Hermann að bragga.
herstöð og drónin bara yfir mér sko. Þú veist, ég var náttúrulega ekki lengi að taka niður en þetta var kannski ekki en þetta var bara fyndið sko, það var náttúrulega það voru bara einhverju svona hermannabrakkar sko. Það hefði nú verið saga til næsta bæjar, það hefði verið skotið niður. Nákvæmlega þetta var en allavega, þá förum við þarna gegnum Ísrael og þú veist, ég er ekki að fara þú veist, það koma fram í heimildamynda þáttunum með margir áhugaverði vinklar þar, en það sem að skeiðið þar var það að hitinn fór hækkandi og ég fann það Ásdísi að þú veist, hún var að leka niður við vorum komnir yfir 30 gráður og 34 og eitthvað og hún bara, ég fann það alltaf. Og þú ert alltaf í svona miklum hlíðabúnaði á hjólum? Já, við vorum í miklum hlíðabúnaði, reynda var ég í svona sérstökum svona brynju? Nei, svona netbúnaði. Já, þannig að loftaði hressilega. Frá BMW, það er mjög þægilegt við þessar aðstæður. En þaðan förum við inn í Jórdaníu og okkur langaði til þess að fara og eiginlega eini tilgangur var að fara og sjá Petra. Veistu hvað Petra er? Nei. Petra er aldargömmul borg sem að týndist. Petra, já. Og þetta er á heimsminjaskrá og Sameinuðu þjóðanna og þetta var miðstöð viðskipta hér á árum áður og týndist svo bara, ég held að eitthvað verið tengt í að þegar menn fóru að sigla suður fyrir suður Afríku við góðra vona höfðan og allt það, þá hefði þessi leið breyst og menn nýttus og voru ekki að fara þessa leið sem að þarna var. Þetta var mikil miðstöð, þessi borg, hún er byggð inn í fjöllin. Öll húsin eru í raun og veru hellar sem að er búið að búa til, það er eiginlega þú sérð inngangurinn á þessu með steinsúlum og allt saman, bara eins og þetta væri hús búið og þetta er sandsteinn, það er þetta móta með meitlum og slíku og þetta er stórkostlegt handbragð sem að hefur átt sér stað þarna á sínum tíma. En ríðast þetta ekki til með tímanum? Jú, aðalega er þetta rigning og slíkt sem vinnur á þessu en þetta er svo heillegt, það er eins og fólki hafa bara labbað hann út sko. Wow. Og þetta er stærsta svona tourist attraction, svona ferðamanna staðurinn í Jórdaníu. Flestir fara þarna til þess og þú veist, þetta er æðislegt. Og bara þá að koma inn í þessa borg og sjá hana. Já, og sjá hana og slikt sko. Já. Og þessi fjöll sem eru þarna, þar sem að þessi borg er byggð inn í raun og veru, og við erum ekki bara að tala um hús, við erum að tala um konsertsali og við erum að tala um, þú veist, þetta er ótrúlegt. Og fólk býr þarna? Nei, ekki núna en svo er. Það eru nei, það býr ekki sko í borginni sjálfri en það býr í kring og síðan var það þannig að þessi fjöll eru þannig myndu, þetta er eins og einhverjar blöðrumyndanir og voru einkennilega forma á þessum fjöllum og mér langaði svo til þess að sýna þetta með því að drónast yfir en ég er náttúrulega að passa með að drónast ekki yfir þarna. Ég kynnist jórdanskum manni á hótelinu sem var á mótihjóli, býr í Jórdaníu og er jórdanskur orustu eða hann var í jórdansku listflug hópnum sem að er að jórdanski herinn er með listflugvélar og hann var yfirmaður þessara deildar innan jórdanska hersins. Þannig hann er að taka snúninga og lykkjur og allt saman. Við erum vinir á Facebook og hann er að senda mér og þú veist að það er ótrúlega að sjá þetta og taldi skrítið sko, ég er búin að vera í Ísrael og heyra söguna af öllu því og svo er allt í henni kynnist ég þarna bara orustuflugmanni í Jórdaníu sko. Ég mitt. Kosturinn að það er Íslendingur. Nákvæmlega. En hann segir mér, herðu, ég veit stað sem hún getur farið til þess að taka upp drónaðinn og hann segir það, svo bara daginn áður við leggjum á stað og segir, herðu Ásdís, eða bara daginn sem við leggjum á stað morgunna og segir við Ásdís, ég ætla að fara á þennan stað og taka upp drónan og hún er alveg róleg í hótelinu
og ég fer þarna á staðinu, tekum einhver 20 mínútur að hjóla ángað, tek upp drónan og svo ég hérna, horfi á skjáin, sé ég bara einhverja túristarútur sem eru fyrir neðan mig og ég svo, hvar ég? Nema hvað ég flýg þá tilbaka og yfir önnur fjöll og ég sé þarna bónda sem eru með geitur og flýg yfir hann og fleira. Svo allt í hennu þá sé ég það. Ég hafði geymt hjólið mitt svona afsíðis og farið undir klett til þess að vera svona lítið áberandi. Já, með fjastringuna. Já, með fjastringuna. Ég var ekki út einhvern veginn að því ég var ekki með leyfi í Jórdaníu, skilur. Nei. Ég hafði nánast, ég komst inn á þess að vera spurður það og nema hvað þarna allt í hennu, þá skynja ég það einhver hreyfing hérna og það maður sem kemur gangandi og síðan sé ég það að hann tekur bara beint strik á mig og hann kemur að mér og ég með drónan einhver starf í burtu og ég hugsaði með mér, ok, á ég að lenda honum bara það sem hann og bara þykjast ekkert vera með dróna eða það var náttúrulega fáránlegt sko. Þannig ég var ekkert að skrögva til með það og hann kemur bara og hann rétti fram bara svona einhver skilríki og segist bara vera hérna vörður hérna og þú veist að það banna að vera með dróna hérna og ég segi nei því mér, ég vissi það stránglega bannað og ég ætla bara að segja það var frakki tekinn fyrir mánuði síðan og hann ennþá í fangelsi. Já. Og ég bara þú veist, þarna leið mér eins og ég var ekki í góðri stöðu. Ég væri að lenda í einhverju mega vandamáli. Þannig að ég bara nægi drónan, skilurðu, og þegar hann að tala þetta og ég að reyna að milda málið og allt það, þá bara heyri, þú veist, þá raflan að vera búinn og hann og ég með hann maður og hann langt í burtu drónin, sko, skilurðu, og við tökumst þarna á, ég reyna alltaf að vera svona rólegur og yfirvegaður en það var engin stemning fyrir einhverju léttu hjali, skilurðu, við vorum bara, honum var bara alvara, sko. Já. Og allt í hennu sé ég svona pick-up trukk koma á blússandi ferð yfir urð og grjót að okkur og ég hugsa, ok, þarna eru hermenn að koma og sækja mig. Kemur út úr hérna bílnum, maður, það Benuiti, það var geitarbóndinn sem var þarna sem ég var að fljúga yfir og hann hoppar út úr bílnum og fer að tala við þennan vörð og ég heyri á honum. Hann tala mildalega við hann og hann er að eitthvað, þú veist, þeir eru svona mildandi tal og þá segir hérna vörðurum við með hana hérna geitabóndinn hann er að koma hérna og spyrja hvort þú væri tilbúin til þess að fljúga hérna yfir fjöllin og leita 2 geitum sem hann týndi og þarna var hálmstráið mitt og ég sagði að sjálfsögðu það lítur að vera hryllilegt að týna 2 geitum, sagði ég og við förum tilbaka að búðunum hans, tjaldbúðunum hans og hérna ég skipti náttúrulega rafhlöðu og ég fer með drónan upp og ég get sagt þér að ég drónaðist fram og tilbaka og milli fjallst hindana og niður gilinn og allt saman. Mér langaði svo mikið til þess að finna kindurnar eða geiturnar. Ég hefði þurft að vera með því 60 tomma skjá til þess að geta séð þetta var eins og að leita náli heistek. En stóð hann yfir öxlinu þar allan tíma? Já, allir sko og þarna var ég komið með sko vörðin í pródöksum með mér, ég leita að fá GoPro-vélina mína og sagði, var þér saman þú væri að taka mynd af mér vera að fljúga og hann var komið í það hlutverk, skilur við vorum allir í sama leiðinu þarna og svo hérna sagði ég bara þegar raflaðan var búinn og næsta líka við náum þess ekki en þá urðu allir svo rólegir. Já. Þá sagði geitabóndinn, heyrðu, nú fáum okkur te og var með eldstæðið og þarna settust við saman þrír og pabbi geitabóndars var þarna búin að fá sér svona eftirmiddags lúrin og hann kom og sonur hans og þarna áttu við bara gott spjall, skilurðu og hugsaði þarna sko opnunna sem verður þannig, þetta er bara eina af þessum stóru upplifun mínum á ferðalaginu auðvitað er ég, skilurðu ég er hérna í einhverju
sjokki hálfpartinn sko að reyna að átta mig á því í hverju ég er að lenda sem að verður síðan svona að endingu eitt af svo yndislegu momentum. Já. Og það held ég að líka sé dálítill sko ef ég á að reyna að búa til eitthvað svona, hvað ég segja, að vera einhverja ráðleggingar og það sem maður hefur lært að það er það að þú lendir í vandamálum að geta snúið þeim ekki bara þannig að það leiðréttist heldur líka þannig að þú býr til þú hagnast á því. Já. Þannig að þarna lendi ég í meiri hátta vandamálum. Hann hefði getað sagt, herðu, ok, ég sleppi þér við þetta og farðu bara, skilurðu. En að því að geitabóndin kemur þarna að þá verður til yndislegt moment. Þannig að þarna tókst mér að snúa ekki bara, þú veist, tapari stöðu í statik stöðu heldur í sóknarstöðu. Já, algjörlega. Og ég held að það er challenge-in. Og þetta er oft svona að brotna einhverjir múrar svona í samskiptum út af að þarna ert þú og kannski sko út af því þú segir að fólk er gott og það er nú ekki eins og þessi vörður hafi verið sko vondur eða neitt svoleiðis, það er náttúrulega meira að hægt að sjá þetta frá hans sjónarhorni, það er bannað að vera með dróna, þarna kemur enn eitt sem túristinn sem ætlar að reyna að komast upp með þetta, veist, nú verði ég að nappa hann sko og þá kemur hann frekar fylgdur að þessu en síðan endar þetta þannig að þú sérst að hjálpa einhverjum lokal bónda þarna, veist, auðvitað bara er allir í sama liðin eftir eitthvað svoleiðis. Það er akkurat málið og ágættu að áréttar það, hann var aldrei vondur skilurðu, en ef ég hefði verið með einhvern hrókað og ég var auðmjúkur með þótt þetta leitt og allt það, maður verður náttúrulega vera humble í svona stöðu skilurðu, að þá vannstu hann aðeins á þitt band sko, hann hefði getað herst í afstöðunni og sagði, þú veist, láttu mig fá drónan sko. Já, einmitt. En varst ekki að lendi því að fólk var eða svona verðir eða lögreglur fólk var að svona, hvað segja, gefa það spotfæn svona að þú þurftir að múta þeim? Jú. Já. Það er rosa ríkt í þessum kúltúr. Já. En sko, ok, svo höldum við áfram. Að því ég kem að því núna, ég lendi í vandræðum. Förum þess að frá Jórdaníu og inn í Ísrael aftur. Og við fórum einhvað síður inn í þjóðgarð sem heitir Wadi Rum, þar sem við gistum í svona bubbles, eða svona tjöldum, glærum tjöldum, sem var æðislega upplifun. Og þar átti ég flottasta skot sem ég tekið ævina, vídeóskot. Dróni? Nei, það reyndar ekki dróni. Það var þannig að við vorum inn í þessari eyðimörk og ég gæti náttúrulega ekki vera á mótíhjólinu þar, þannig að við vorum með leiðsögumann sem fór með okkur á pick-up trukk, eða svona pick-up, Toyota, og ég var aftan á pick-upnum þegar við fórum inn í eyðimörkina á ákveðna staði og langt mál að fara að tala um það, ég ætla bara að segja frá þessu mómenti, við vorum farið tilbaka og sólin var að setjast, æðislega fínt veður og ég er aftan á pallinum, Ásdís er inni með dræfurnum og við komum og við sjáum að það er kona á hesti, svona stórum jórdanskum hesti, rosalega lappalangur og hár og reisilegur og þegar hún verður vör við okkur þá fer hún að stað og ég bið dræfurinn að fylgja henni eftir og ég er bara með myndavélina á henni, skilurðu? Keyrandi samhliða og hún fer á stökk og sjá, þú veist, ég fæ gæsað að tala um þetta, að sko hesturinn og maðurinn og náttúran og sólin að setjast, þú veist, þetta áttur að koma fram í þættinum, en þetta var svo yndislegt moment, sko, og ég náttúrulega þegar hún stoppaði þá fór ég og gaf henni afspjaldi mitt og sagði ég skal senda þér, sko, þess að ég er vissum að þetta er frábært skot. Já. Þannig ég var í sambandi við hana, þá kemur í ljós að þetta er hollensk stúlka sem býr í Jórdaníu og er með hestabúkart. Ok. Skilur þau? En ok, þetta var nú kannski svona smá útidúrs, en þetta var ofbóðslega fallegt og eitt af mínum uppáhalds. Já, ég hlakka til að sjá þetta. Já,
Það líka svo gaman, eins og þú segir, þetta var stórkostlegt moment, en það tilfinning sem ekki allir þekkja, að ná svona á vídeo, það bara það tífaldar upplifun og maður getur farið og síðan aftur og síðan maður náða rammit inn og byrta maður góð og allt svona, það bara og líka það að ég hef bara fundið út úr því að það sem að mér finnst vera fallegast, þú getur verið við eitthvað stöðu vatn og þú getur verið með fjöll og eitthvað, en það sem þú getur saminað náttúruna, mannin og dýrið, skilurðu, þetta þrennt, þegar þetta smellur allt saman, þegar maðurinn og dýri verður að einu, eins og í þessu tilfelli, þetta var svo áreynslulaust og þetta var svo fallegt og svo ertu með náttúruna. Ég veit ekki neitt annað fallegra moment í raun og veru. Nei, en það gerist þetta, en þetta sjálfgjöft, já, en ok, þarna förum við þarna tilbaka og þarna var Ásdís búin að ákveða það, nú ég að fara heim en nú ætla ég að yfirgefa mannin minn og er það erfitt? Er það persónlegt? Er það skrítið? Hvernig er svona stemming á milli hjóna þegar hún segir, ég ætla ekki að halda áfram en það er engin skildur til þess að gera neitt, en hvernig upplifið þið þetta? Nei, þú veist, við erum alveg lús með þetta sko, þú veist, ég gerði mér alltaf grein fyrir því að á einhverjum tímapunkti myndi hún yfirgefa mig og ég þekki alveg mína sko, hún þolir ekki hitastig yfir ákveði, það bara, ég veit það, þá hún hægt að njóta og þá vil ég bara miklu frekar hún yfirgefi og heldur hún að vera dragbítur kannski á mig. Og er þá engin pressa á þér að koma með? Nei. Þannig hún vil alveg sjá já, við erum alveg, þú veist, við virðum svo mikið þetta frjálsræði hvors annars og við hvetjum hvort annað. Ég meina, hún er núna á Spáni að spila golf og ganga á fjöll, búin að vera núna í viku og verður í viku áður en ég fer út. Hún er með bara sínum vinkonum og svo hittust við í Sevilla á Spáni og þá ætlum við að fara á mótihjólið og vera saman. Þetta hljómar ekki þú veist, þegar maður í hjónabandi þá maður ekki að vera dragbítur á hinn aðilann. Það er ekki þar með sagt að ef að kallmaðurinn í golfi að konan þurfi automatist að fylgja hann. Þú veist, það mér finnst það rámt sko, skilurðu. Algjörlega. Og þá þú hugsir það þá að sko þú sért einmitt frá þinni hlið, að þú sért ekki dragbeitur á hana, þú sért að draga hana þá. Já, nákvæmlega. Og síðan er ekkert að því að hún er þá ekkert að fara í fílu út í þig aftur til Íslands. Nei. Hún er það sjálfstæð og þú veist, þetta kemur fram til dæmis í þættinu til Rússlands, þar sem að þetta moment einmitt kemur, þar sem að pródúsöndin spyr hana þetta, af því að þetta er kannski, fyrir okkur er þetta mjög eðlilegt, en fyrir margan finnst fólki þetta skrítið, hvernig gæti ég farið 10 mánuði frá, skilurðu, frá henni og fjölskyldinu og öllu. Þannig að ég held að þetta sé bara ákveðið þroski og ef eitthvað þá held ég bara að þetta hefur styrkt okkar samband en frekar. Algjörlega. Þannig að Nókaði bara hans að forutnast þetta er mjög eðlilega spurning. Konan farin og ferðina hefjast. Já, þannig að konan farin, hún fer sem sagt frá Elliot í Ísrael, flýgur þaðan til Jerúsalem og heim. Ég held áfram inn í Egyptaland og þá ég komin inn í Egyptaland, það er að segja inn í landamærastöðina og það er allt, ég gegnumlýstur og búnaðurinn minn gegnumlýstur og eina sem ég heyri, big problem og ég vissi nákvæmlega hvað það var drónin. Í alveg? Já. Er þetta svona viðkvæmt? Já. Og ég hann er bara tekinn og þeir segja við mig og tveir möguleikar. Við geymum hann og þú kemur tilbaka og þá ferðu með hann tilbaka. Eða þú getur farið til Ísraels, inn í Ísrael með drónan. Og þeir voru ósköp almennlegir, skilurðu. Og ég hugsaði mig, ok, gott tímakaup að fara bara með hann tilbaka. Þannig að ég segi að það gengið svo vel að fara í gegnum Ísrael, það var bara nánast að ég vinkaði mönnum, sko, þegar sá ég var frá Íslandi. Þannig að ég segi bara, herri, ég ætla að fara tilbaka með drónan. Og ég fer tilbaka og þetta þýðir það í raun og veru, þú ert komin inn í Egyptaland og þú ert að fara aftur inn í, eins og þú sért bara að koma inn í fyrsta skipti inn í Ísrael. Já.
Þannig að þá sáu landamæraverðirnir mig og sagði, hefði byttu, þú varst að fara, akkur varst að stoppa þér. Og þó ég hafi verið með sko drónaleifið, þá vildi ég ekki einhvern veginn fara að, þú veist, að ræða það þarna sko, að segja það ég var með dróna og ég tekin og eitthvað svona. En ég sagði, það kom smá hikka mig og ég sagði, documents, I forgot documents, glemdi skjölum upp á hótel. Ég held að þetta litla moment sem þetta hika á mér, það var til þess að ég var strippaður. Wow. Eða sko, ekki, sko, það var hjólið, fór í gegnulýsingu og ég sá að hafa búið að taka því sundur með þessa. Já, þú varst bara ekkert grunn. Já, bara þarna var eitthvað á ferðinni sko. En ég var alveg klín með þetta og komst inn, skilurðu, og svo fór ég tilbaka. Og svo áður ég fór tilbaka og hugsaði, já, heyrðu, þá er nú kannski alltaf sniðugt að bara fljúa drónunum yfir landamærin og sækja bara lenda honum einhvers staðar í Egyptalandi, þú veist, hinum megin. Já. Menn byrjar að taka áhættur. Já, þú veist, og ég hérna... Þetta er góð lausn. Já, mér finnst þetta bara frábært, sko. En byrju, ok, sko, einu sem ég er að hugsa, og ég veit að kannski tengi ekki allir við það, en er ekki DJI búin að læsa þessum, þú ert við, væntanlega, nei, þetta er ekki flugvellir þarna á landamærunum. Jú, en þeir voru ekkert í línu við það sem ég var að gera þarna, sko. En það er bara eins og það sem við erum í Kópavóinum núna, ég get ekki tekið á loft. Já. Það er komin svona geozone sem búið að læsa. Já, nákvæmlega. Þetta var nú fyrir nokkrum árum, fyrir að fyrsta. Það var ekki vandamál á þessum tíma, sko. Ok, þannig þú gast tekið á loft. Já, gat tekið á loft. Ok. En ég sagði, nei, þú veist ekki, ég var líka daldið, þú veist, bara frá þessum mómenti frá Jórdaníu, þar sem að ég lendi í öllu því vesinni, sko, sjokkinu þegar vörðurinn kom og ætlaði að taka með drónan. Þú sagði, nei, ég er ekki að taka sénsinn á því. Þannig ég fór bara á hótelið og fekk þau til að senda drónun heim. Skilur, fór tilbaka aftur. Þetta kostaði mér 9 klukkustundir. Skilur, all þessi arresering og koma mér aftur inn og svo framvegis. Sem betur fer fór ég ekki með drónana flögunum yfir. Vegna þess, eftir að komin inn í landið, inn í Egyptaland, og þá var sko klukkan var það margt að ég þurfti bara að finna mér hótel, skilur, bara við landamærin. Ég fór í gegnum 4 gegnulýsingatæki á leiðinni og það voru 3 gegnulýsingatæki á hótelinu. Einmitt. Hvar ertu þarna? Ertu í Kaíró? Nei, þarna er ég við það heitir Taba. Það er landamæra stöðin við Elyad í Ísrael. Já, þannig að þú fórst bara rakleiðis upp á hótel þarna við landamæra. Já. Og ég og þetta var eitthvað sem kom að skildi. Egyptaland er sko ef kontról er einhvers staðar þá er Egyptalandi. Ég hef aldrei lent í öðru eins. Og svo fer ég ég ætlaði að fara frá þessar landamærastöð yfir til Kaíró, beinustu leið, en menn sögðu, nei, þú gerir það ekki. Þú ert að fara yfir á Warzone, sko, bara mikið hættusvæði. Þú ert að fara niður Sínaískagan og fara upp Sínaískagan hinum einn. Já, koma að Kaíró úr hinn áttinni. Já, hinn áttina. Þetta var, þú veist, maður færi stórt þegar maður fer niður Sínaískagan. Þannig að maður fer austanverðu niður og vestanverðu upp. Og ég fer þarna og þarna byrjar eitt allserjar sko lögreglu checkpointar út alls konar varstöðvar, her og lögregla. Og þegar ég kom inn alveg síðust niður á Sínaískagan til Sharm el-Sheikh, eða þekktur svona ferðamanna bær, þá ákvað ég bara, þú veist, að vera þar í einhverja daga og bara róa mig niður, aðlagast hitunum. Þarna var hitinn sko komin yfir 40 gráður og ég var bara þarna, ég leyfði mér, þú veist, ákveðin lúksus þarna vegna þess að það var annað sem að var alltaf í bakgrunnum mínum. Það var það að koma mér í gegnum Súdan. Vegna þessi apríl þetta ár, það var gerð stjórnarbylting þar sem að herinn steypti á stóli einræðisherra Omar el-Bashir til 30 ára og þeir
kontróðulegu landi. Ég átti í raun og veru aldrei vona því að komast í gegnum Súdan vegna þess að ég fekk ekki sko áritun. Það var bara, mér minnaði að verið 2 dögum ári í laða stað, ég fekk hraðsendingu frá Oslo með áritun inn í Súdan. Bara svona vísa. Þannig að hérna, það var óstöðugt ástandið í Súdan. Ég vissi það að fólkið, almenningur, vildi að herinn efndi til kosninga. En herinn var ekkit á þeim buxunum. Þannig að það var að mynda svona tense moment, svona milli annars vegar almennings og hersins. Okay. Þannig að, og ég, þú veist, ég er búin að fara í gegnum allt í kringum Súdan. Þú veist, hvernig að fara í gegnum Súdan, hvers konar þjónustu ég mátti eiga von á, hvar ég gat gist, skilurðu, hvernig vegirnir voru, fékk ég bensín og svo framvegis. Þú veist, ég er búin að eiga nokkra fundi með utanríkisráðuneytinu, með fólki sem að þekkist til Súdan og við erum búin að kortleggja þetta. Þú fer ekki þangað, alls ekki þangað, skilurðu, þú heldur að þessum vegi. Þannig að ég var alveg með á hreinu, sko, þú veist, hvernig ég ætlaði að fara í gegnum Súdan. Þú komst undirbúin? Ég kom undirbúin. Búin að horfa á gervihnattamyndir, bara til þess að venja mig við tilhugsun að vera að fara í gegnum þessa miklu eyðimörk. Í alvörunni? Já. Og bara sjá, já, ok, hérna er byggð, hérna er einhver byggð, ok, hér geti fengið þjónustu og svo framvegis. Það voru ekki mikið hótelana. Á leiðinni frá landamærum í Egyptalandsum niður til Khartoum höfuðborgarinnar, það voru ekki eitthvað að tæpið 2000 kilometrar, basically ekki að hótelana. Það einhvers staðar 2 stöðum sem að voru í borgum þarna. Nema hvað, að ég er sérst að fara í gegnum Egyptaland með þetta í bakgrunni, hvernig er ástandið og alltaf að fylgjast með svona fréttum af ástandinu þegar ég ákvað bara, herðu, ég ætla ekki að vera að hugsa um þetta, nú ætla ég bara að njóta þess að vera í Egyptalandi, ég ætla bara að gerast túristi, leiði mér leiðsögumenn, píramítana, hérna, öll hofin, þú veist, ég geti haldið langa ræðu um það hvað, sko, Egyptaland er stórkostlegt land. Fórstu á kameldýr? Já, og þú veist, allar þessar fornminjar eru svo stórkostlegar og það er ennþá, og mér er að segja bara nokkrum dögum áður en ég kom þarna, þá voru bara meiri háttar uppgötanir. Já. Það voru einhverju 40 múmíur sem fundust í einni gröfinni eða hvelfingunni. Og hérna, þannig að ég fór á alla þessa helstu staði, þú veist, hérna Valley of the Kings og Luxor og píramítana og hvað, þú veist, allt þetta. Og ég segi bara, þú veist, það er ekki bara fornminjarnar sem að vöktu áhuga minn, heldur líka bara svo verkkunnátta sem var til á þessum árum fyrir einhverjum 4-5.000 árum síðan. Algjörlega, þegar maður sér þessa pírata segir pírata. Og tókst eftir ég sko, þegar maður er þarna inn í borginni og sér píramítana sko, bara í gegnum einhvern veginn húsasundin, þetta trónir þarna yfir borginni, nákvæmlega. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Og bara koma þarna og maður að keyra á milli og sjá þetta og bara svona, akkur er ekki allir að stara þarna, þetta er bara klikkun. Já, þetta er það. Þetta er það og í raun og veru finnst mér sko ábyrgð okkar jarðarbúa vera svo mikil gagnvart Egyptalandi, við að hjálpa Egyptum að varðveita þessa minjar, skilur, þetta er svo stórkostlegt og þetta er bara heimsins. Já. Og ef einhver fara til Egyptalands að skoða þetta, þá endilega fara á egypska þjóðminjasafnið. Nú, ok. Það er bara, ég er ekkert mikið fyrir svona söfn, sko. Nei, ekki heldur. Nei, en þetta var æðislega fræðandi og magnað að sjá. Núna, ég var búin að heita með því að það er verið að byggja annað nútímasafn og vera að búa og það var opnað núna 2020 einhver túristar, þú veist, það er búið að liggja alveg niður út af COVID. Já. En ég á minn draum að koma þarna aftur til þess að fara á nýja safni, ég held að þessi stórkostlegt. Ég sagði það við þið síðast sko með hvað hérna ég að einhverju leiti
naut mín ekki alveg á svona þessum vinsælstu túristastöðum eins og Angkor Wat og ég tók það sem dæmi sko og ég veit ekki, það bara einhvern veginn hreyfði ekki við mér og ekkert út á það að setja bara það virkaði ekki fyrir mig en píramídarnir sko, ég bara þetta eitthvað svo mikið, maður fann einhvern veginn svo mikið fyrir bara hugverkinu og hugviturinn sem fór í Þetta alveg magnað, það erfitt að lýsa þessu í raun og veru hversu magnað þetta þess vegna verður maður að fara á staðinn þetta algjörlega svoleiðis dæmi þetta þannig dæmi en ok, ég fer sem sagt þarna og held síðan norður held síðan suður náttúrulega, ég að fara alltaf í suður átt sko og það má kannski segja frá smá örsögu þegar ég fer þarna frá Sharm el-Sheikh borginni á síðst á skaganum, sína skaganum að þá ég að fara út úr borginni þegar ég stoppaður af lögreglu og þú veist, ég veit ekki hversu mörg skipti ég búin einhverju 10 skipta sem ég var fara í gegnum svona eftirlit þar sem ég var að sýna alla pappíra passa, ég þurfti að gefa upp hvert ég var að fara segja frá hvaða hótel ég ætlaði að gista á þegar ég kem á áfangastað og ég vissi það aldrei hvar ég myndi enda sko ég þurfti að gefa símanúmerið mitt, þeir vissu allt mig, skilur þau og ég, það einhver tortrygginn landamæra vörður sem yfirheyrir mig og hann segir ég þarf að ná í yfirmannin og yfirmaðurinn kemur og hann segir við mig, já, heyrðu, við ætlum að kalla til fylgdarbíl með þér hann fylgiði til Kaíró og ég vissi alveg hvað það þýddi sko, það þýddi ég þurfti að hægja á mér og þarna þessi leið alveg ótrúlega góður vegur, sko malbyggað og engin umferð lítil sem engin umferð þannig ég gat alveg sprett úr spori og í þessum hita þá hugsaði ég með bara ok, ég bara kem mér sem fyrst þarna til Kaíró Já, það varst ekki beint að njóta þess að vera þarna á veginum og ég nú ekki að sjá þarna beint sko, ég bara beint að súgurskurðinum og undir hann og síðan bara inn í Kaíró og ok síðan kemur þessi bíll og það þá einhver ég man ekki, einhver Toyota pick-up bíll og það eru 2 fram í honum og einhverju 2 aftan á pallinum með svona yfirbyggingu og með vélbyssur og ég, sem sagt, bílstjórinn ekki bílstjórinn sá sem var í farþegasætinu hann bendir svona og gefur mig meldingu um það að vera fyrir fram bílinn ég ákvað, ég bara veifaði honum svona ákvaði miskilja þetta gaf í eins og ég gat bara setti allt á fullt sko. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað ég fór hratt skilurðu, ég sá bara bláan reik af díseltrukknum fyrir aftan var að reyna að hafa ná mér sko, en náðuðu mér ekkert Þannig að þú varst svona markvist að reyna að skilja þetta þannig að hann var að hleypa þér bara farðu frjáls en hann vildi bara hafa það aðeins fyrir fram að sig Já, og ég bara ákvaði miskiljan og svo ég kem og svo ég búin að fara það eru þarna svona varðstöðvar á svona 50 til 100 km fresti og þarna var eitthvað sem bara 100 km á milli og þegar ég að nálgast á sé ég bara landamæra eða herlögregluna eða lögregluna bara vera að veifa og stoppa mig og ég hugsa ok, nú ég komin í vandræði enn og aftur og svo ég tek upp kjálkan á hjálminu mínum og hægja á mér og ég bara reyna að brosa til þeirra og brosa og þeir bara stoppa og hann segir við mig from Iceland ég sagði yes og þá hlóðu þeir allir og dönsuð hálfpartinn stríðstans þeir bara hlóðu þá voru búin að frétta að því að ég hefði stungið hann af þeir hafði bara gaman að því þú veist, og ég var bara eins og einhver hetja þarna hjá þessum þú veist, þeir gerðu bara grína hinnum sko og þetta var bara eitthvað svona tilbreyting örgulega fyrir þá þeir eru alltaf á hverjum degi að tekka á einhverjum bílum þannig kemur einhver bjánið sko hristir aðeins upp í kerfinu
og þeir, og það var bara, þetta var bara, og ég fara að segja þeim frá mér og sína þeim á símónum, þú veist hvert ég hafði farið og sagði þeim frá hringferðinni og allt það, og þetta var eins og lítil sögustund. Yfirmaðurinn, hann var bara að túlka fyrir hinna. Nei. Jú, og þeir voru allir svo áhugasamir, og svo þegar ég kom að ég kvatti það, stóður í línu, honor, bara gáði mig að hermanna siði, sko, og bara ég kvattið á alla. Það er svo leiðilegt að þurfa að kynnast þessu fólki í kringu svona regluverk, að þurfa að gefa upp staðsetningu og símanúmer og allt saman, og það er alltaf einhvern veginn eins og mann líði eins og maður skuldið þeim eitthvað eða þurfa að passa sig eða eitthvað svona, en síðan þarna leið og þessi múrbrotnar sem ég var að tala sko, þá bara þá er allir að hafa gaman að hverju. Já, bara og þeir báðu með mynd af sér á mótihjólunu og allt saman, ég með eina mynd af yfirmannum á mótihjólunu í bókinu, sko. En sko, ég vissi aldrei þarna á þessar stundu út af hverju þetta mikla tékk var, og síðan fer ég til Kaíró og þaðan fer ég suður á bóginn og ég var alltaf að lenda í tékki og lögreglufylgd. Ég var minnstakosti, ég myndi ætla að það væri kannski 70% af allri leiðinni gegnum Egyptalands þar sem ég var í fylgd lögreglulega hersins. Og þú veist, ég þurfti að borða og þá voru 2 bílar, 8 menn, þú veist, sem að biðu bara fyrir utan á meðan ég var að borða. Þú einn á hjólinu? Já. Þau voru ekki fylgir ennum með öðrum? Nei, bara einn. Bara einn. Og ég áttaði mig ekki á þessu, sko, og þeir sögðu alltaf for your safety, fyrir öryggi þíns vegna. Já. Og svo var það maður sem sagði mér, sko, hann sagði mér það, og þá uppgötaði ég hvað þetta var. Það er nefnilega þannig að það eru hryðjuverkahópar sem eru á Sínaískaganum. Það eru hópar sem tengjast bræðralagi múslima og þeir voru við völd en var steypt af stóli af hernum og þeir hafa síðan þá og þeir komist til valda í hvað hétta þarna vorið það sem að stjórnarbyltingin átti sér staði í öðru hverju landi Egypska vorið. Já, eða ok, það kemur eftir, en allavega þá var það átti sér staði bylting þegar Gaddafi var myrtur og Mubarak og allt það og kannski ok, en allavega þá er þessi hópur, hann vill komast til valda og þetta eru svona öfgakenndir múslimar og þeir hafa verið að reyna að brjóta niður innviði Egyptalands og það sem þeir hafa gert, þeir hafa ráðist á túristana og drepið og stærsta málið var þegar þeir skutu niður minnaði að verið þýsk farþegaflugvél yfir Sínaískaganum og drápust eitthvað yfir 200 manns. Við þetta hætta allar ferðaskrifstofur að markaðssetja ferði til Egyptalands og túristarnir fara ekki. Þarna eru yfirvöld að gæta þess að komi ekkert fyrir túrista. Já. Og þó þú sért ekki bara á mótihjóli og ert í rútu, þeir vita nákvæmlega af öllum sem er í rútunni hvar þeir búa, hvert þeir eru að fara, hvenær þeir komið tilbaka, þetta er allt skráð. Þú verður ekki var við það ef þú ferði í skipulaða ferð vegna þess að gætarnir sjá þetta og bílstjórarnir að skrá þetta allt saman. En að því ég er á mótihjólinu, að þá er alltaf verið að trakka mig. Einmitt. Og ég er eiginlega bara hissa á því að þau skuli leyfa erlendum mótihjólamönnum að koma í gegnum landi vegna þess að það er svo mikið fyrir þeim haft. Já. En, þú veist, sem betur fyrir tókst mér það og þetta kostaði mikla pælingar. Þú veist, ég var alveg farin að fara þegar við komum að svona einhverjum checkpointum og var kannski vörubíll fyrir frami, þá fór ég sko vinstra megin við hann sko til þess að blokkera verðin að þið sæjum ekki. Já. Svo fylgdi ég honum og hélt áfram sko, bara til þess að komast undan þessu eftirliti. Af því að þetta tafði mig svo mikið og í þessum hita sko, þarna var hitin komin í einhver 45 gráður. Já. Sem er ekki þægilegt. En
og síðan held ég áfram suður og kem til náttúrulega Luxor og svo fer ég til Aswan sem er við Aswan stífluna sem var byggð einhvers staðar í kringum 1960, stærsta stífla í Afríku og þar var maður sem að ég kynntist á sínum tíma á hringferðinu minnu, hann var starfsmaður íslenska sendiráðsins í Delhi í Indlandi, Haukur Ólafsson, sem að sagði við mig í undirbúningnum að ég ætti að fara á hótel sem heitir Old Cataract og ég fór þarna á Old Cataract og ég líti á verðið á herberginu og ég svitnaði nú bara við það að sjá það, bara einfalt. En ég lét nú tilleiðast og pantaði þarna bara eitthvað ódýrasta herbergið. Og þá kemur móttökustjórinn, stúlkan sem var afgreiðin, hún fór eitthvað baksíðis og kemur móttökustjórinn tilbaka og segir: Herðu, Mr. Gíslason, við höfum aldrei fengið mótorhjólamann frá Íslandi. Þessi dama, hún ætlar að fara með þig í svítun okkar. Og það var svíta. Ég hef ekki verið í annar eins svítu. Þú mátt vera hér eins lengi eins og vilt. Já. Það er okkar kostnað. Ódýrasta herbergið. Já. Var það í flottasta? Það var, og þetta hótel, það er þekktast fyrir það að Agatha Christie bjóð þarna langdvölum í gamla daga og skrifaði meðal annars bókina Dauðinn á Níl þarna og það má segja að þeir viðhalda þeim stíl sem að var á þeim tíma þegar Agatha Christie var svona retro stíl, skilurðu. Og það sem var svo skemmtilegt þarna og algjör tilvíðun að þarna voru bandarískir ferðamenn sem að komu víðsvegar úr Bandaríkjunum og hittust á Old Cataract í Egyptalandi. Þetta er fólk sem að hefur ákveðna svona, hvað maður segja, svona lífssýn. Það klæði sig upp frá tískunni á 1930. Svona Gatsby stíl og pokabuxum og allt retro, skilurðu. Og þetta var svo skemmtilegt að sjá þetta. Maður bjóst alltaf bara við að sjá á kvöldin þegar allir voru komin að borða. Maður myndi bara mæta Agatha Christie sjálfur. En þetta var svo mikið krydd í þetta og svo ofboðslega mikill kontrastur við það sem að þú sást nánast hinum megin við Níl, fátækra hverfin og slömmin eiginlega. Já. Og þannig að þarna leyfði ég mér þennan luxus áður en ég var að fara síðan inn í Súdan. Og ég fer inn í hver þennan mikla luxus og fer síðan söður til Abu Simbel sem er síðasta borg eða heldur eða svona meira þorp áður maður tekur ferjuna yfir til Súdan. Og Abu Simbel er þekktast fyrir það er Abu Simbel hofið. Og það var þannig að þegar Aswan stíflan var byggð og stöðuvatnið hækkaði við stífluna, þá fór þetta hof undir vatn, hefði farið undir vatn, nema að UNESCO styrktu verkefnið að færa þetta hof upp 60 metra hæð og 120 metra meira inn í landið til þess að bara bjarga þessu hofi. Og svo framkvæmt er bara, þú veist, er náttúrulega nútímaleg framkvæmt og ekki að para við píramidana, en einhvað síður var þetta stórkostlegt að sjá þetta og hofið og slíkt. Og þarna var ég komin að svo seint að kvöldi til að allir túristarnir voru farnir og vera þarna bara einn með mínum leiðsögumanni, það var bara svo palli einn í heiminum og mikil upplifun.
En frá Abu Simbel þá ég sem sagt að fara yfir til Súdan og þar ég er náttúrulega búin að sko ráða með fixer til þess að koma mér inn í Súdan. Maður gerir það, ég er ekkert að eyða tími í það að vafstrast í þessu einn. Ég fæ mér alltaf aðstofamann sem maður finnur yfirleitt við svona landamæri til þess að hjálpa sér bara við að presentera réttu gögnin og svo framvegis. Það nógu erfitt að bara halda sér gangandi í þessum hita og slíkt. Já, og síðan kannski fólk sem hefur ekki farið svona milli landa, maður svolítið varnarlaus eða bara hjálparlaus þegar að það kemur eitthvað upp á. Þegar þau segja, herru, þú mátt ekki gera þetta og þá hefur þú ekkert annað, þú getur ekkert annað gert en að hlýða. Eða þau sagt, herru, þú mátt ekki koma inn, þá bara það maður að hlýða. Já. Og þessi fixar, þeir náttúrulega þekkja á kerfið og miðað við það sem ég að borga fyrir þetta, þá efast ég ekki það að hann líka að smyrja á leiðinni, skilur við. Þannig að þetta verður svona smúð, þetta getur tekið einhver síður, einhverjar 3, 4, 5 tíma sko, að koma sér í gegnum landamæri þrátt fyrir þessa aðstoð. En þegar ég kem niður á ferjubakkann morguninn og hitti fixerinn minn, þá sé ég það að þarna er bara einn landkrúser yfir hlaðina vörum og varningi og svo er ein rúta. Það var ekkert annað. Ég var náttúrulega hissa á því, þarna á mótíðunum, það ekki meiri traffík. Og maðurinn hann á landkrúsun, hann kemur til mér og talaði nú smá ensku og hann sagði don't go. Og þú veist, ég bara, og hann ráðleikaði mér að fara ekki inn í Súdan og hann frá Súdan sjálfur. Og ég reyna að spyrja hann segi bara ástandi Khartoum, höfuðborginni sé ekki gott og allt það. Og þú veist, ég var nánast þá, ef ég fer ekki núna, þá þetta bara búið. Þá ég ekkert að fara lengra, þá getur bara hætt þessu og hætt að hugsa Þannig ég hugsa, ég læt slagstanda og ég fer og ef mér líst ekki á þetta, þá sný ég bara við. Svo ég læt vaða. Og svo þegar ég kem yfir, við komum yfir Níl, þetta farið yfir Níl og frá hinu bakkanum að landamærin Súdan voru einhverju 70 kilometrar sem ég þurfti að náttúrulega bara hjóla og við bakkan hinum minn þá eru einhverju 25-30 vöruflutningabílar sem bíða þess að komast yfir með þessari ferju og hún tók ekkert marga bíla skilur það, þetta tók svo langan tíma að ferja alla þessa bíla yfir og ég keyri þannig og nú ég komin í Eyðimörk þarna ekkert nema sandur og sól og þessi vegur. Þetta Eyðimörkin sem varst búin að undirbúa þig fyrir. En síðan kem ég og síðan svona annar, ég var búin að ráða með annan fixer í Súdan til að koma mér inn í Súdan. Fixerinn sem ég var með frá Egyptalandi, hann var bara til að koma mér út úr Egyptalandi. Og það annar sem að tekur á móti með þar og það gengur allt vel og ég fylgi honum síðan til næstu borgar sem heiti Wadi Hafa og það svona, borg á einhver bær, skulum við segja og það voru einhverju 30 kilometrar þarna milli og hann keyrir alveg löður hægt ég var orðinn svo óþólum að vera að fylgja honum svo þegar við komum og hann sagði og ég sagði, akkur keyrður svona hægt ég bara spara bílinn þú veist, í þessum hita þá bara hitnar allt og verður allar hósur og allt saman, þetta brennur allt upp Í alvöru? Já, þannig að ég ekkert að taka neitt séns og svo fer ég og svo ég þarna hann búin að koma mér í gistingu og litlu hóteli og býður mig síðan í morgun að daginn eftir og hann var búin að kaupa fyrir mig GSM-kort, frelsiskort það allt, ég ger það alltaf hvers getur sem ekki minni í nýtt landar kaup mér SIM-kort og hann kaupið mig það fyrir mig það var ekkert bensín að hafa, hann var búin að finna það á svörtu markaði Finna bensín á svörtu markaði? Já, það var ekkert engan gjaldmiðil að hafa hann var búin að finna það á svörtu markaði fyrir mig líka þannig ég var með gjaldmiðil þetta 20 var hann búin að finna fyrir mig auk þess sem hann lét mig fá vatn þetta þrennt þurfti ég til þess að geta haldið áfram
og ég átti einhverja 300 kilometra eða 400 kilometra eftir skilur niður að næstu borg þar sem ég gæti fengið þjónustu. Og það í kringum bara 4 klukkutímar á hjólinu? Já, bara, þú veist, markmiðið mitt var bara að keyra eins hratt svo ég gæti og en þegar ég mæti til hans, hann sótti mig og ég fer heim til hans, þá segir hann með það komið Bob í bátinn. Það sést að herinn drap 35 mótmælendur í gær og í kjölfarið var allt brjálað í landinu og almenningur núna í því að loka öllum samgönguleiðum í landinu, bæði loka flugvöllum og helstu stoppbrautum og þetta sko aðalífaðinn frá Egyptalandi og niður til Khartoum, skilur þetta stoppbraut og ég, og það búið að taka niður internetið, allt internet, bæðið úr símanum og líka landlínuna og allt það, af því þeir vilji ekki að almenningur gæti tekið mynda þessum voðverkum og senda á erlenda fjölmiðla eða á þessa samfélagsmiðla og allt það, bara lokuðu allt saman. Og það tókst, var það alveg hægt? Já, þeir eru bara það bara eitt sviss hjá þeim og þá lokaður öllu sko. Pældi því. Já. Og ég ákveði hann segir, svili minn býr í næstu borg sem heitir Dongola og það eru 300 kilometrar þangað, eða 400 kilometrar þangað og ég búin að koma með bensínferði, auka bensín og allt þetta og ég ákvað bara að fara og þá sé ég það og þá fer ég átt að með því fyrir að fyrsta, sko, ég hafði stúderað þessa myndir, ég sá þetta var malbyggaða vegur en þú veist, hann var bara mjög illa farin í þessari sól, bara bakað dæmi og það var að fara að brotna upp úr malbygginu og svona potholes skilur sem ég mátti alls ekki fara onni því þá var hættan að ég myndi bara brjóta gjörðina og þá var ég stopp sko. Já. Og þannig ég var alltaf að vera að passa mig á því og eitt af því sem að ég var búin að gera til þess að undirbúa þetta allt saman, þá var að ég var búin að kaupa með tjald. Þú veist, tjaldi var fyrst og fremst bara neyðarskýli fyrir mig til þess að verja mig frá sólinni ef ég skildi lenda í einhverju. Og náttúrulega tilbúin til að sofa með svefnpoka líka en þá tek ég eftir því að ég ekki búin að mæta nefnum einasta bíl og ég átti vona á því að sjá alla þessa trukka sem ég hafði séð við ferjuna, það var ég mætti engum trukk og engum bíl, ég minnist þess ekki að hafa þannig að þetta öryggi mitt sem ég var með alltaf sem svona varaplan ef eitthvað kem upp á ég geti stoppa vörubíl eða eitthvað, það var bara ekki til staðar og svo kem ég að aðeins að fara hratt yfir sögu þarna ég ég kannski alltaf að segja frá því eftir að ég búin að vera hjóla þarna 100 kilometra og er ég bara búin þú veist ég var búin að borða morgunverð hjá Matti, þannig fixarnum mínum ég var bara brenni svo miklu og drekk svo mikið að kemur að einhverjum svona lágreistri byggð eða nokkrum húsum og þá það menn sem við einhvers konar verkamannavinnu að þeir voru að matast og þeir bara buðu mér að koma og borða með sér ég bara þáði það leið sko, það var enga aðra þjónustu að hafa og mér að segja komið með betta á eftir ég vildi leggja mig áttu nú heldur betur við mig sko að leggja mig þarna eftir matinn. Já. En svo þetta var upplifum mig að ná þessari tengingu þessa menn. Síðan held ég áfram og og ég kem þarna að fyrstu einhverju þjónustunni sem að ég sá, það var lárist hús, einni hæð og það var einhvers konar verslun eða veitingahús, þú veist, þetta mjög hrörlegt sko, það var bara moldargólf sko og ég gat ekki hugsað mér að borða neitt það sem þarna var á boðstofnum en það sem að þeir höfðu mango juice til sölu og þetta var bara frystikista svona sem voru með eða kælikista og stór
hvað ég segja, svona bara eins og lítil tunna onni og þarna fóruðu þeim með ausu og settu í glasi hjá mér ískalt og hérna þarna drakk ég mango djús eins og ég ætti lífið að leysa. Svalandi maður. Þú veist, ég bara þú veist, kannski einhver ríkur 40 glös að hljóma fáránlega en þú veist, ég held að hafi verið einhvers þar sko, ég gerði ekki annað. Og það er náttúrulega bara samspil á því að sólin er bara búin að vera að skræla þig. Sko, nú ætla ég að segja það. Ég hafði ekki rænu á því að sjá hver hitastig var. Ég var hreinlega orðin lamaður. Þú veist, bara af hita. Já. Það var það sem var að fara með mig. Það var þessi rosaleg hiti. Og hérna og þú veist, hann var þú veist hann hefur örugglega farið yfir 50 gráður og þú veist, ef þú ert mér skilst sko á kokkum, ef þú ætlar að hæg elda lambakjöt þá stillur ofnin á 50 gráður Einmitt. Og þannig leið mér þannig leið mér og ok, ég ætla aðeins að halda áfram með þetta vegna þess að þegar ég var búin að drekka allan hann mangódjús, hélt ég áfram þá bara ég búin að hjóla einhverja nokkra kílómetra þá bara kemur blokkering á veginn og þar eru menn sem bara með barefli og bara meina mér að halda söður og þá er þetta almenningur og þetta eru ungir menn sem bara meina mér algjörlega að fara og þeir segja almenningur er að taka stjórnina við erum að lama samskiptakerfi landsins til þess að sýna hernum að við stjórnum við erum sérst að reyna að brjóta þá til að fá þá að samningsborðinu. Já. Og ég var alveg sama hvað ég reyndi að gera, þú veist að ég talaði við, mér tókst enga við en að tala á til. Og þannig ég var bara að fara tilbaka á mango djús staðinn minn og eina sem ég gæti hugsað mér það er í þeirri stöðu að fá mér meira mango. En þarna var dæmi þarna var sjokkið, þú veist, þarna var komið að því, ég var ekki að komast lengra. Og ég var, þú veist, þarna þurfti ég bara að drekka mangodjúsin mjög hægt og reyna að átta mig á stöðunni og róa mig niður. Ég hafði engin hús að venda, það var ekki nein, og það sem að ég hafði líka séð frá gerfinhattamyndunum að þarna var byggð, þetta var engin byggð, það voru bara moldarkofar. Já. Ég sá það bara ofanfrá, en moldarkofar eru bara eðlilega byggð í Súdan og í Afríku þess vegna. Þetta er bara sandurinn notaður og mýkjan og strá og þetta er allt saman og þetta bakast nánast eins og bara steypa. Já. Nema hvað, að ég hef samband við, og þú veist, þarna er ég bara, þú veist, eftir á hyggja, þarna er ég bara í svona ákveðinu losti, sko. Þú veist að mér líður alveg hrikalega illa. Ég er svo þú veist, ég vannærður hitinn, þetta ástand get ekki látið vita af mér, ég veit ekkert hvað ég fæ mat eða hvað ég get hallað höfði, hvernig ég kemst tilbaka, þú veist, og ég hringi í fixerinn minn og segi, Magdi, getur hjálpað mér? Þannig að ástandið er ekki gott, það er skelfilegt, ég skal reyna hvað ég get, segir hann, og þarna beið ég í einhverja 2 klukkustundir og bara sá eina kostin hjá mér að fá að bara leggjast á þannig gólfið, þetta moldargólf og hérna þannig voru menn að biðja líka sko, bænagerðin hjá muslimunum, ég sá ekki gat hent mér þar á teppin þar og svona, en allt í einu byrtast 2 menn og eina sem þeir kunni í ensku var follow me og þeir voru eldgamalli Peugeot-bíl og ég bara fylgi þeim. Þeir sögðu mér ekki það að þeir voru eitthvað Mati hafði talað við og þeir bara follow me, sagði ég gaf mér það að Mati hafði haft samband við þá. Þeir fara með mig að Níl ánni og þú veist að torfæri fyrir mig að fara svona á þannig vegi, skilurðu, og þar býður ferja og leiðu ég komin og búið að setja hjóli með þetta borð, það voru reyndar aðri bílar þarna líka, áfer ferjan yfir og þar tekur maður á móti mér og fer með mig að húsi og
sko ég held ég verði aðeins að sko sitja þig og ykkur inn í þessu stöðu vegna þess að þetta er sko þetta er mér mjög erfitt að segja frá þessu vegna þess að þarna eins og ég var að lýsa, þarna er ég búin að rekast á stóran vegg, skilur þú, ég er að uppgöta það að ég er í mjög þröngri stöð, ég er svo vanmáttugur í stöðinni og ég verð að reiða mig á utanaðkomandi aðstoð og ég vissi í raun og veru ekkert, þú veist, þegar ég velti fyrir mig þegar ég fer yfir Níl á þessari ferju, sko, er Mati að koma mér í var? Eru skriðdrekar að koma að sunnan frá Khartoum og er bara að brjótast hérna út stríði í landinu og vill hann bara passa upp á velferð mína með því að koma mér út á þessa eyju og svo náttúrulega þessi mikli hiti er algjörlega að steikja mig og samskiptin, ég get ekki látið vita af mér eða neitt og síðan að mæta þessari ókunnugu fjölskyldu sem hafa tilbúin til þess að sko ekki bara hýsa mig og gjöf mig borð heldur og veita mér þetta óendalega öryggi það er hérna ég held að þetta myndi nú ekki gerast núna Snorri minn en þetta er bara, mér er mjög erfitt að ræða þetta vegna þess að þetta hafði alveg gríðarlega áhrif á mig og hefur haft og ég er ofboðslega þakklátur þessu fólki og ok þarna er ég hjá fólkinu og ég er sem sagt fyrsta nóttin sem ég er þarna og ég kannski verið að segja frá því að þegar ég kom þarna að klukkan var eitthvað 6 kvöld þegar ég kom upp að eyjunni þá tók ég mynd af hitamælinum á hjólinu og þá var það 49,5 gráður og þetta var klukkan 6 sko, hvað heldur það hafi verið þá yfir miðjan daginn Þú hefur greinlega verið að ganga svolítið nálægt þínum megin þolmörkum þarna. Já. Bara það að þú hafi fengið þetta öryggi frá fólkinu að þú áttaði á því að mögulega er allt í lagi og að þú hafðir í einhver hús að leita. Já. Bara það að fá þetta svona íslenska orðið stólum en bara relief, að greinlega að þú varst að komast burt úr þessum aðstæðum. Þetta hefur verið ansi ég sko bara öryggið, skilur það þegar ég er að segja sko, ég vissi ekki neitt sko. Skilur það, hvort það var stríð í nánd eða hvað það var sko. Og bara sem dæmi það að nóttina á nóttinni þannig í Súdan þá var ég bara í vandræðum með öndunarfærin, það þurrkuðust bara upp sko og slímhúðun var bara að hún bara hvarf eiginlega og tungan hún þurrkaðist svolítið upp að þegar hún lenti í gómnum að þá bara festist tungan í gómnum og ég var bara að vera alltaf að fá mig vatn sko bara að væta hverkan já og þarna er ég að uppgöta það að sko vatnsbirgðir mínar eru allt og litla sko. Þó ég hafi verið búin að gera allar fyrirbyggjandi ráðstafanir þá var ég með allt og lítið vatn. Ég hefði ekki að fengið vatn á þessum stað þarna í Mangodjús staðnum. En það var bara 200 lítra tunnu og það var bara, við myndum segja, bara drullu vatn sko. Bara leirkennt vatn. Og ég gæti ekki hugsað mér að setja það vatn á tankinn minn, á vatnstankinn minn. En ég hefði átt að gera það. Og þarna eftir á að hyggja þarna er ég að setja mig í mesta hættu á öllum mínum leiðum sem ég hef farið til ég vera þannig að það hefði ekki mikið mátt koma upp á bara hjólið hefði, þú veist, gefið böndina sem það gerði líka af því að ég komst síðan tilbaka og ég kannski segið frá því þá ætla ég að segja
að því að fólki talaði ekki miklu ensku. Það var ungu drengur þarna á heimilinu sem helst talaði enskuna og ég sagði bara, heyrðu, geturðu, þú veist, redda mér manni sem talar ensku og hann kom morgunin eftir að tala ágætis ensku og hann sagði bara, veistu það veit engin neitt hver raunveruleg staðan hérna og þú skalt bara reyna að koma þér tilbaka sem allra fyrst. Þetta getur verið varað hérna í einhverja 3 mánuði þessuna, sko. Og þarna fékk ég fréttir af því. Hann var búið að loka landamærunum til Eþíópíu. Það var búið að loka því allir. Þannig að þá hugsaði ég bara, nú fer ég, sko, til Egyptalands tilbaka áður en þeir loka þeim landamæri líka. Já. Og ég var orðin, þá bara, og búin að vera þarna einhverja 2 nætur og ég segi bara, heyrðu, ég verð að fara tilbaka. Þá var það ekki hægt. Því að ferjan gekk ekki. Það var einhver bænadagur og hún gekk ekki og ég var bara að taka á hann á stóra mínum og svo komst ég tilbaka fór til Wadi Hafa og það stöðum að fixerinn minn var og á leiðinni drefst á hjólinu og ég, þú veist, það fyrsta og eina skiptið sem ég hef sagt við sjálfa mig, Kristján, hvern fjandan ertu að gera? Af hverju ertu á þessu flandri? Komdu þér heim núna. Þetta var bara mikið. Þetta var mikið. Sami hitti, sami aðstæður. Ég var reyndar komin, var rétt fyrir utan Wadi Hafa. Ég var ekki meiri að eyðimörkina þegar hjóli gaf upp öndina. En að koma mér, og hvernig ætla ég að koma ekki móti hjóluna? Ég hef nógu erfitt að koma mér bara gegnum landamærin og allt það. Hvernig átti ég að koma þessu flikki tilbaka? Þannig ég fór í það að skiptum bensín á hjóluna, af því ég var búin að nota þarna á þessum tímapunkti var ég búin að nota, þú veist, bensín sem ég hafði fengið á svartarmarkaði og hérna ég ætla ekki að lýsa því þegar ég starta hjóluna og það fór í gang á fyrsta það fór í gang á fyrsta sem gaf mig til kynna það var ekki bensínið, það ofhitnaði hjólið. Þannig að hérna, já, ég tel það að vera, sko. Þannig hitin svona mikill að bara vélarnar gangi ekki lengur. Menna, hérna, síminn, það slöknaði á símanum. Já. Tölvan. Og hann var ekki einu sinni í sólarljósinu. Nei. Reynda síminn var á stýrinu, sko. Já. En þú veist, myndaflarnar í tölva minn fóru yfirsnúning og allt þetta, sko. Ég var út í detaila í þessu, sko, en þetta er svakalegt. Þetta er eins og að setja, sko, mann frá Súdan upp á Vatnajökul. Já. Á sínum töflum. Einmitt. Skilurðu? Akkurat. Og við erum bara ekki byggð fyrir þetta, sko. Nei, öll þín tryggs virkuðu bara ekki það. Nei. Mín þekking náði ekki svona langt, sko. Nei, og þó svo komst með fínustu græðurnar og tölvur og hjólið og síman og allt saman, það bara duði ekkert. Nei. En ok. Þarna ég sem sagt kem ég tilbaka og hann að Magdi tekur á móti mér og hann segir það búið að loka hann segir það búið að loka hérna landamærunum, en það kemur síðan í ljós að það var ekki landamærin, heldur var það ferjan sem að gekk ekki. Þannig að það sem að ég hitti vörubílana yfir til Egyptalands. Þannig ég held að hún hafi bara verið bíluð eða eitthvað. Þannig ég þurfti þá að, þú veist, að taka á hann stóra mínum, fara inn á hótelið sem ég var á leiðinni suður. Og í raun og veru þarna við þessar aðstæður það ákveðin gæfa að ferjan skildi ekki hafa gengið. Vegna þess, þarna kynntist ég sútunum. Þarna náði ég tengingunni sem ég hefði farið á misvið ef ég hefði bara rokið tilbaka. Þarna kynnist ég lífinu í þessu þorpi og heyri sögur og það kynnist bara lífinu sem að gaf mig tækifæri til að taka myndir og bara, þú veist, einu af stóru momentunum fyrir mig, sko. Jafnvel þó svo væri meiri svona borgarastyrjöld og óvissu. Já, en nú var ég búin að taka ákvörðun að fara tilbaka, skilurðu, og nú beið ég bara þess en reyndi að njóta mín líka á meðan ég gat ekki farið og það tókst. Og hérna ég segi nú meira frá því í heimildamyndin að það eru ýmsar skemmtilegar sögur sem áttu sér stað þar en hérna kannski má nefna það að hérna þessi borg eða þetta þorp Wadi Hafa
að á tímum þegar að Aswan-stíflan var stífluð þá hækkaði yfirborðið í uppstöðulóninu það mikið að fór inn í Súdan líka. Þannig að þurfti að flytja bændur og bæjarlið frá stíflunni, frá uppstöðulóninu og flytja það. Og það var farið með það og búin til í borg sem heitir Wadi Hafa Nýja og þegar fólk, og það í einhverjum 700 km fjarlægð frá þessari. Og þegar fólkið var þar, þá tekur eftir því, bara börnin fara að veikjast. Þá er malari. Þarna, á þessu þráttur allan hann að hitta, þá er þetta skraufa þurrt, skilurðu. Það er ekki rakánum fyrir að fara þarna, bara svo þurrt. En á nýjastanum, þar var raki og þar voru moskítóin og þess vegna voru börnin að veikjast út af kólera. Þannig að þau kunni ekki að meðhöndla, fólki kunni ekki að meðhöndla og þau bara mistu börnin sín. Þannig að herðu, við erum ekki að bíða lengi, við gerum eitthvað í þessu. Þannig að þá flytjaðu sig yfir í þessa borg sem var ekki til á þeim tíma og byggðu það upp, þannig að hún virka mjög óhrjáleg að sjá. En það var bara fólki að bara bjarga sér og sínu fjölskyldu. Ert þú á sterkum lyfjakóktel þarna alla ferðina á malaríulyfjum og þess að þar? Nei. Ekkert svoleiðis? Nei. Það var ekkert þarna neitt slíkt, ekki á þessum tíma þegar ég kom inn þarna. Okay. Það ég fyrir ég fer sunna sem að ég lendi í því. Okay. Að ég fann að fara á malaríulyfin, sko. Já, þetta náttúrulega, þetta ekkert svona já eða nei, þetta mjög staðbundið og það er engin skylda að vera á malaríulyfjum á öllum stöðum. Nei, en málið það, Snorri, þú veist malaríulyf, hefur þú tekið malaríulyf? Já. Þau fara ekki vel í mig og ekki vel í konuna heldur. Nei. Og við reynum að sleppa við eins lengi svo við getum. Já, einmitt. Þetta eitur fyrir mig, sko. En þetta þetta ekki bara sýklalyf að einhver leiti? Jú. Þú veist, ég hef fengið alls konar einkenni eftir malaríulyf og það, þú veist, ég bara allavega, ég reynum að sleppa því eins lengi svo ég getum. Nei, einmitt, og ég veit líka að þeir sem að finna svona mikið fyrir þeim að þeir bara, það sé betra að fá malaríun og díla við hana þegar hún kemur heldur en að vera stöðugt í svona bara slappleikanum, sko. Já, ok, ég náttúrulega hef ekki reynslu þar en það sem að gera, maður tekur náttúrulega allar, sko, maður undirbýr sig fyrir það. Já. Ég alltaf með net með mér. Já. Þú veist, ég get alltaf skellt upp netið hvort sem ég á hóteli eða í tjaldi. Já. Ég get alltaf sett net og náttúrulega spreyja mig, í bómullaból og slíkt, sko, og passa mig upp á það að gera. Mm-hmm. En ok, við erum komin sem sagt þarna og ég að fara tilbaka og það ennþá verið að drepa mótmælendur, skilurðu. Mm-hmm. Þannig að ástandið fer síversnandi og ég fara síðan upp á landamærastöðuna þegar ég hitti 5 Dani sem að koma frá Suður Afríku og að koma svo norður á mótuhjólum. Já. Og þeir eru í losti. Þeim höfðu tekist að fara þessa þjóðbraut áður en var lokað og þeir komust út úr Khartoum og voru bara að sýna mér á símanum þar sem að vélbyssu gellinir voru og var verið að skjóta út í loftið, sko. Bara komust við illan leik bara út úr borginni og þeir voru bara í losti, sko. Herinn að taka yfir? Já, herinn að brjóta niður mótspyrnu almennings. Já. Og að drepa fólk, sko. Einmitt. Og þeir lenda bara í þessu. Ég bara fegin að vera laus við þetta, sko. Já, skilur, þessa minningu, það voru þeir voru bara búnir á því, sko. Já, og þeir hafa verið í sama hita og já. En sko, þetta var svakalegt að sjá það, sko. Og já, það nú sagði, ég ekki að fara neitt dýpra í það, en allavega þá fer ég tilbaka og ég komin til Luxor með þeim. Það eitthvað tæp 500-600 kilometra frá landamærum Súdan og við fórum þetta og ég plattaði til þess að fara inn á hóteli þar sem ég hafði verið og þeir voru ánægð með það
þar hitti ég strák sem hafði var í móttökunni og var afskaplega almennlegu við mig, hafði keypt fyrir mig myndavela, kort og allt saman áður ég fór söður og ég segi við hann, my friend hérna, og nú var ég, þegar ég var bara leið og ég var komin inn til Egyptalands þá var ég fann að hugsa skýrt skilurðu, þá var ekki lengur hérna, hvað fjandarn ertu að gera sko, þá var bara, heyrðu, ég að fara að halda áfram sko. Ég ætla að reyna að koma hjólunu bara flugleiðis yfir Egyptaland og Súdan og inn í Eþíópíu og ég segi við hann strákinn, maður getur þú fundið fyrir mig ábyggjarlegan aðila til þess að flytja hjólu mitt yfir flugleið með flugi. Hann fer í málið, kemur til mér stuttu síðar og segir, herðu, ég er búin að finna mannin. Hann er af mjög þekktum egypskum ættum þessi maður og ég treyst honum, segir hann. Og hann segir við mig, voru 900 kilometrar frá Kaíró til til Luxor. Hann segir, ef við tökum ákvörðun að gera það núna, þá er hann tilbúinn til að senda bíl og til þess að keyra 900 kilometra. Hann fer strax morguninn og hann sækir mótorhjólið og fer með það tilbaka og þú flýgur til Kaíró og þá verður bíllinn kominn tilbaka, þú kvittar upp á öll farmbréf, tekur flugið til Eþíópíu og hann sendir það með flugi. Ég sagði bara, let's do it sko, bara, þurfum ekki að hugsa þetta, það er bara steinliggur sko, ég er alveg til í þetta. Það var ekki ég treysti þessu strák algjörlega sko, hann hafði sýnt að hann var trussins verður. Þannig að þá fer ég með hótelstaffinu, viðgerðarmönnum með þessu maintenance fólkinu, skrúa sundur mótorhjólið, þú veist að tappa bensínið, aftengja rafmagnið, taka rúðuna niður, taka loftin og dekkjánum, þú veist, og setja á vörubretti, setja á bretti og síðan er hún búin að þessu. Bíllinn kom kvöldið. Fyrir ekki, hvað er maður lengi að taka svona hjól í sund? Er þetta heljarinnar mál eða er þetta allan daginn að þessu? Nei, þú veist, þú eru vanur þessu sko, ég er búin að gera þetta mörgu sinnum. Þetta hljómar er svo algjört vesinn sko. Já, þetta er það í byrjun. Þú ert náttúrulega að hafa rétt að tækin til þess að gera all verkfærin og allt það sko. Hvað er þetta, bara 1-2 tímar eða eitthvað svoleiðis? Já, eitthvað svona, kannski 2-3 eitthvað svoleiðis. Einmitt. Okay, þú með þá og í hitanum og allt þetta, þetta er ekkert þannig. Það er ekki eitthvað óska staði? Nei, langt frá því, en þú öðrum kosti getur ekki sett hjól í flug sko, með sprengihætta og allt það. En ok, pick-up bíllinn kemur kvöldið og hann bara vippum hann upp á og hann er strappað niður á pallinum og svo bara bless og hann er bara alla nóttina að keyra hann tilbaka og ég tek flugið morgunin og ég kom inn upp á Kaíró flugvöll og þá ætlaði Gamal, þessi flutningsaðili að pikka mig upp og allt klárt með pappírana og enginn mættur. Ég hringi í símann sem var búið að gefa mig, enginn svarar. Nei. Ég fer að googla, átt að reyna, þú veist að fyrirtækið kemur ekkert upp á skjáin. Og þú veist, þarna var ég ærlega gabbaður, hugsaði ég með mér sko. Þú veist, hvað er mótorhjólið? Það bara, ég bara lét einhverja bandið að fá það sko. Frá okkur svörtu markaði. Já, einmitt. Þannig að ég hringi aftur í vinn minn í Luxor og segi, herðu, þetta er staðan og hann segi, leið mér að hringja og hringi tilbaka aftur og segi, herðu, bíllinn er á leiðina, hann lendi í umferðartekku. Það var búin að byggja alveg upp sko. En svant var ég pirraður á sjálfum mig fyrir það að hafa ekki doppultekkað málið. Já. Skilurðu, eins og ég geri. Þú varst ekki eitthvað þarna bara, herðu, ég vissi að fólk er ekkert gott. Já, nákvæmlega. En þú veist, bara óskikjan var svo sterk að þetta myndi ganga upp og þetta er svo smart, sko. Bara komið með hjólið yfir og sjálfur fljúa bara flottur og svo mótorhjólið tilbúið og ég bara halda áfram, sko. Einmitt. Og líka, þú veist, þú slappst þarna við uppgjöf að þurfi ekki að fara aftur til Íslands eða bara láta gott heita á staðarnumið þarna. Stórt mál. Nema hvað, nú ætla ég ekki að lýsa næstu
2 vikum sem að tók öll skriffinskan og vitleysis-gangurinn á öllum sviðum. Maðurinn, hann kunni ekki til verka. Það þurfti að ráða menn eftir menn. Ég var komið með túlk og ég var með bílstjóra upp á hvern einasta dag og alltaf hélt ég á hverjum degi að málið væri að leysast. Þetta tók einhverja, ég held ég að það verið 12 dagar. Og fara í gegnum sko egypska tollinn og það var alveg svakalegt. Og meira þess að sko eitt skipti vorum að fara með kassan sem var búið að smíða því að það þarf að smíða box utanum þú veist, mótuhjólið, við hendur ekki inn í flugvél, sko, þetta sé í kassa, sko, að þá á pallbíl fyrir framan okkur og allt í henni bara, hann fór yfir inn að hraðahindruna og bara hrundi kassin. Þú veist, ég sagði, við þurfum stóra nagla á hamar og við fórum í það að rigga það til, skilurðu? Þetta var lýsandi dæmi bara allt saman. Já. Og nú var farið að bætast við áhyggjur hjá mér, ekki bara að koma hjólun yfir, kæmiðst það heilt yfir. Já. Ok, að lokum tókst þetta, skilurðu, og ég notaði tíman meðal annars á meðan að við vorum að bíða eftir einhverju og allt það að fara niður í eþíópíska sendiráði í Kaíró til þess að ganga frá vísa inn í Eþíópíu. Af því að heimasíðan þeirra sagði að var niðri út af tæknilega örðuleika. Þannig ég bara ákvaði, ég fer bara niður í Kaíró og þetta er ekki auðvitað, það tekur bara hálfan daginn bara að koma sér þarna, traffíkin og allt það og ég fer þangað og það starfsmaður segir mér, nei, þú getur farið í svo kallega visa on arrival, að sækja bara þegar þú kemur á flugvellinum. Gott og vel, gott að vera með þetta á hreinu, sagði mér. Svo fer ég. Þú ert að tala on arrival í Eþíópíu? Já, í Eþíópíu, fyrir ekki. Í Addis Ababa, þeir eru komið þangað. Og svo þeir eru búið að fá klerans á hjóli, það er komið í flugi, það er að fara, ég er búin að fá staðfesting á því öllu, að þá gæti ég panta mér farmiðan til Eþíópíu, til Addis og ég flýg yfir og ég man eftir því þegar að ég fann sko vængina og þotu hreyflana á fullu og þetta ferlíki tekur á loft og ég finn hvernig sko hjólabúnaðurinn losnar á brautinni og við fljúum bara eins og fuglinn frjáls, skilurðu. Og þá hugsaði ég með allt þetta vesen nú fyrir aftan mig sko, nú er ég bara að fara að njóta. Já, það verður bara svífum yfir. Bara svíf þarna sko. Það var rosalega og einhvern veginn bara tilfinningin, nema hvað þetta er næturflug og ég... Hvað er þetta langt? Frá Kaíró til Eþíópíu? Já, þetta voru einhvers staðar 4-5 tíma sko. Já, þetta er svo langt. Já, þetta var mjög langt. Nema hvað, ég lendi þarna morguninn og svo kem ég að vegabréfaskoðunni. Já, Ísland. Þú átt að fara þangað. Nú, þetta ekki vísa on arrival. Já, það gildir ekki fyrir Íslandinga. Já, frábært. Og ég fer mér er vísað á einhvern sal, þú veist, svona svo kennslustofa stærð. Þar eru eitthvað svona 5-10 manns sofandi í sófum með þá er það bara ólöglegir innflytjendur sofa þarna bara undir einhvern teppum. Ég er svo komin í hóp þeirra á þeirra stundu og sama hvað ég reyndi að ræða við yfirmannin það að komast í gegnum og leyfa mér að fara og ég útskýrði þetta allt saman. Ég leta hann segja að fá mission statementi sem ég var að segja frá í byrjun. Þess að ég var að kanna hvort að fólki í Afríku væri nokkuð öðruvísi heldur en aðrir í heiminum. Ég var með þetta allt á ensku og hvert mitt mission væri og sýndónum ég var með meira að segja það uppáritaði frá utanríkisráðuneytinu íslenska. Þú veist, þeir höfðu gefið mér stimpilinn og þú veist, búa til svona trúverðuleika í kringum ferðaleg mitt sko. Já. Skipti engu máli, hlustaði ekkert á mig. Eina sem þú getur gert að fara til Kaíró og sækjum þar vegabréfsáritun. Ég fór í gegnum þetta allt saman, ég hefði verið þar, bara ég hefði haft mynd af sko sendiðara á hennu eþíópíska í Kaíró og getið sýnt honum. Já. Það hefði kannski dugað mér. En það dugði ekki.
og ég var bara á leið til og ég hugsaði, ok, ég með þá hjólið í einhverju vöruhúsi á einhverjum rugl geymslugjöldum, sko. Nema hvað að þá heyri ég allt í einu starfsmann, unga stúlku, tala við yfirmann sinn á sama hátt og geitarbóndin í Jórdaníu sem talaði við vörðin. Hún var á mínu máli. Hún sagði eitthvað sem, þú veist, auðvitað skildi ég ekki. En ég ímynda mig hún satt, come on, sko. Er einhver hætta aðstæðjandi að leyfa honum að fara inn í landið? Þú veist. Þannig að allt í einu segir hann, follow me. Og ég fylgja honum. Fer hann að afgreiðslu staðnum sem ég hafði farið í upphafi, segir eitthvað við vörðin, lætur hann fá vegabréfið mitt og hann bara stimplar, gjör svo vel, blessaður inn í, sko, hann gaf mér ekki eins og séns að þakka honum fyrir eða neitt, sko. Ég bara labbaði í gegn, komin inn í Eþíópíu. Skilurðu? Bara fyrir tilviljun. Bara þessi stúlka. Og ég bara fann að það var hún sem að einhvern veginn, hún bara sá að það var ekki fair, sko. Þetta er óþjóðlega, þetta er það sem ég er að tala um, að þegar þú getur ekkert sagt, þú getur, þú veist, og þú ferð einhver stjórna, ef þeir segja nei, þá getur ekkert, þú veist, saman hvað þú reyndir, að bara þegar maður er einhvern veginn leir í höndunum á þeim, sko. Já, einmitt. Maður er ekki að gera þeim neitt greiða, það er bara þeirra að lefa mann að fara það inn. Já, einmitt. Reyndar, sko, á þessum tímapunkti, þegar hún sagði þetta og ég fann fyrir þessum meðbyr, þá sagði ég við hann, mér langar þess að segja eitt að lokum. Og ég hélt ræðu, sko, ég öskraði ekki, ég talaði háum rómi, mjög ákveðið en kurteis og lagði þetta í hendunar á honum, sko, skilurðu, talaði öllu rökin, sagði frá bilaða tölvukerfinu sem að þau staðfestu að væri niðri, sko, og allt þetta þegar hann áður hann sagði síðan follow me, skilurðu. Ég hafði enga að tapa á þeirri stundu, sko. Nei. Ok, nú er ég komin inn í Eþíópíu og inn í Addis Ababa og ég fann bara, það er í svona fjalllendi og ég fann bara fyrir, sko, rakanum og einhvern veginn bara anda nýju lofti, sko, ég var ekki eyðimerkur, steikjandi hiti og leið vel, sko. Já. Og ég byrja á því að kaupa mér og klukkan er ekki orðin, ég held hún að ekki fyrir orðin 7 morgun, þannig ég ákvað að bíða eftir að þeir opni, sko, á síma fyrirtæki sem að var þarna út á flugvelli, svo kaupa mér frelsiskort í síman. Já. Og það kemur að mér maður þarna og hann og ég er að segja hann hvað, hann fyrir að spyrja mig og ég segi ég bíða eftir að opni, hann sagði þessi búð, hún verður ekkert opnuð, okkur segi. Það gerði stjórnarbylting í morgun, eða tilraun til stjórnarbyltingar. Það er búið að loka öllum fjarskiptum í landinu. Heyrðu, sami hluturinn er að gerast núna í Eþíópíu eins og gerðist í Súdan. Leið og ég steig niður fæti í landið, þá er öllu lokað. Og ég, þú veist, þetta var bara staðrind. Þá hafði sagt, einum aðal hershöfðingja landsins, hann hafði verið drepinn nóttina ásamt einhverjum aðstofamönnum, sennilega bara á þeim tíma þegar ég er að fljúga inn í landið. Og það er algjört upplausnar ástand. Og svo tekur við þarna og ég er náttúrulega, þarna er ég ekki eyðimörk, ég er í höfuðborg Eþíópíu, skilurðu, þannig ég er á hóteli og allt aðstæður, en einhver það síður þá er allt lokað. Allt internet og ég get ekkert látið vita af mér eða neitt. Þannig að ég hugsa með mér að ok, ég reynir bara að koma með núna út úr Addis Ababa sem fyrst og koma með suður. Og það sem hafði átt sér stað var það að nú þurfti ég að ná náttúrulega mótuhjólinu út úr flugfræktinni sem var komin og ég fekk stúlku í móttökunum til þess að koma með mér og borga henni bara fyrir þá þjónustu og hvað held ég? Þegar ég horfi á liftaran koma með mótuhjóla kassan, þá er bara sé ég hjólin á mótuhjólinu, þau liggja bara niður á milli gaflana. Hann hafði brotnað.
og hliðarna bara hrundu við það að þetta var lyft upp og ég hugsaði, mótorhjólið laska sko. Það var bara eins og belja sem var búið að lyfta upp á belgnum sko. Sem betur fer var það í lagi sko, skilur þau. En nú var ég ekki með neitt bensín á tanknum nema einhverja dropa, þannig ég ákvað að fara bara stystu leið út á næstu bensinstöð og fylla tankin. Þegar ég kem þangað, þá sennilega, ég bara fullir það lengsta biðröð sem ég séð við bensinstöð. Sennilega 150-200 bílar. Ásdís Rósa hefði ekki nefnt þess? Nei, ekki nefnt því. Og það náttúrulega ástandið allt saman orðið þannig að bensíntrukkarnir komast ekki inn og þú veist, þetta bara eitt kaos dæmi. Og ég set mig í röðina og þá kemur til minn maður sem var líka í röðinni og kemur til mín og talaði fína ensku og hann segir við mig, þú ert á mótorhjóli, þú mátt fara fremst. Það bara leyft. Þú veist, maður veit að þessum skúterar mega það sko, en ég hugsaði, ok, ég þá stórum mótorhjóli, ég kannski aldrei frekt að mér að fara, en hann sagði, þú mátt fara. Og hann segir mig, spyr mig ferðalagi og ég segir hann frá því og svo segir hann, má ekki bjóða þér í kaffi? Bara eftir, gaman að spjalla við og heyra ferðalaginu þín og ég segi, fyrirgeðu, ég verð að fara og hitta, fara niður á hótel að því ég var að fara að kaupa SIM-kort og allt það og að því að núna var SIM-kortið í lagi en það var ekkert interneti, það var bara að ég gat hringt, skilur það. Já. Og ég segi, en hvað með þegar þú kemur til mín í morgunverði í fyrramáli og ég býðir í morgunverð og hann mætir daginn eftir í morgunverð og þarna eigum við bara flott spjall saman og ég að segja við hann, nú ég að leggja stað og fæ hann í lið með mér að skipuleggja ferðalagið suður vegna þess að ég var ekki með það, ég með allt í skíinu, nú komst ég ekki inn í skíið. Þannig að við vorum bara með eitt A4-blað og hann var fann að setja niður hvert ég átt að fara, hvar ég gætt fengið gistingu, hann hringdi, kannaði og pantaði fyrir mig og þannig að bara tryggja það að ég hefði einhverja staði og auk þess að segja það, ok, þú fer ekki hér, þetta hættulegt svæði, þú voru að fara hérna og svo framvegis. Og ég að leggja stað og bara kveðan og það sem kom mér svo óvart var það að hann baði ekki neitt pening. Allir sem ég átti í samskiptum við get sagt báðu mig á einhverjum tímapunkti pening. Skilur þau? Það er bara lenska þarna sko. En þarna bara, nei vinur, þú ert bara gestur hér í landinu og bara mín ánægja og kvaddi mig. Og ég ætla að fara að hoppa á hjólið og þá búið loka öllum útgönguleiðum úr borginni, það var komið að jarðaför hershöfðingjans. Hann var drepinn á laugardegi og þarna var þriðjudagur og ég komst ekki út. Og ég get sagt þér það og ég reyndum hóteleigandirinn hann alltaf að láta eskorta mig út og það var bara ekki möguleiki. Þannig að þarna varð ég að hætta við frekari för suður á bógin og þarna sprakk bladra. Þarna var ég búinn. Ég bara, þú veist allt það sem hafði safnast upp, sko, þarna Súdan, reyna að koma hjólunni yfir frá Kaíró, lenda svo í þessu með að komast inn í Egyptaland við, þú veist, vegabréfs áritunna, landamærin, þetta síðan, þú veist, ég var bara ég bara gafst upp líkamlega og andlega. Ég bara tjekkaði mig aftur inn á hótelið og ég bara laðist flatur sko. Og sem betur fer, ég var ekki nokkru sko ástandi líkamlega eða andlega til þess að halda áfram þannig. Og þetta var til þess að ég sagði gott heiti þarna. Nú tók við prósess við það að koma hjólinn í geymslu og koma mér heim. Til Íslands? Til Íslands. Og þarna við það að, og það verður ákveðin kaflaskil þarna, vegna þess að kaflaskili voru náttúrulega þau þegar ég fer heim til Íslands. En það tók mig, ég man ekki hvað það tók, alltaf að taki mig tæpa viku, að arrensera öllum hlutum til þess að veri allt gert með formlegum hætti
geymslan á hjólinu og fá tímabundið influensleyfi fyrir mótorhjólið í þann tíma sem að ég sá fyrir mér að ég þyrfti að vera heima á Íslandi, ég ætla að koma síðan seinna, að það tók alveg gríðarlega skriffinsku og þá var það þessi strákur sem að ég hafði hitt á bensinstöðinni, Abdu, sem að keyrði með mig á hverjum einasta degi. Hann var verkfræðingur eða arkitekt og hafði eftirlit með ýmsum verkframkvæmdum í Addis Ababa og ég fór með honum á áallega þessa verkstaði, skilu það sem var verið að vinna, hann var með eftirlit á því og þess á milli voru að skjótast í fjármálaeftirlitið og fjármálaráðuneytið og skráninguna og láta þinglýsa og þetta var svo formlegt og hann sagði og ég fikk staðfestinga á því frá öðrum aðila, ef ég hef ekki farið þessa leið þá var eþíópísk stjórnvöld gátu þau tekið eignanámi hjá mótorhjólið ef ég fylgdi þessu ekki alveg 100%. Þetta var svona mikil skriffinska, hann var að keyra með því í einhverja daga? Já, maður ekki alveg nákvæmlega, það minnst ákvæmst 4 eða ekki 5 dagar. Já, ég hefði hugsað bara að þetta tók kannski 4 eða 5 tíma. Nei, og þú veist, og svo náttúrulega bettist hún á allt kaos í Addis Ababa, það er bara eitt. En það sem ég fekk út úr þessu, það var innsæið inn í eþíópískt líf. Þetta var einstakt og það var frábært að koma á þessa byggingastaði og sjá hvernig menn voru að vinna verkið. Það þú myndir ekki trúa mér þegar ég segði þér það. Þetta voru menn bara með handbörur og þarna var verið einhver hrærivél og þetta var bara stórt hús og berandi strákara með handbörur, þú veist. Bara eins og þú í Malbyggunni í gamla dag? Já, þetta var ennþá forfarlega heldur en það, Það var nú bara hátíð með þetta, En þarna fékk ég þetta einstaka tækifæri og það mun vera sýnt frá þessu í klárlega gerð góð skil í heimildarmynda þættinum. En þarna fer ég heim, alveg búin á því og Er þetta einhverju leyti, ég vil ekki segja tap, en þú laðir ekki upp með að þurfa að fara heim í miðri ferði það? Jú, við tölum það þegar við köttumst ég og Ásdís að við myndum hittast í Nairobi. Ok. Það er að segja, þú veist, Egyptaland, Eþíópía, fyrir neðan Eþíópía er Kenya og höfuðborgin þar er Nairobi. Og þar ætluðum við að hittast og hún ætlaði að koma með mér þaðan og til Suður Afríku. En svo breytast þessar áætlanir og ég þarf að fara heim, skilurðu. Og þá var ég búin að átta mig á því að þessar aðstæður voru ekki fyrir mína konu. Nei. Og ég var ekki að reyna að telja henni trú það að hún ætti að hitta mig í Nairobi. Það var ekki raunhæft. Þannig að ég fer þarna suður og reyndar var það svo að ég fer heim en það var ekki alveg svo að þessum tíma, þetta var í júlí, það var BMWF búið að bjóða mér að halda fyrirlestur á stærstu sölu og markaðsráðstefnu BMWF í Þýskalandi. Voru eitthvað 30.000 gestir. Þetta var bara BMWF út í heimi, ekki bara BMWF í Þýskalandi. Það var búið að bjóða mér að halda þessa og ég ákvað það þarna að fara bara beint til Þýskalands og halda ræðuna og Ásdís myndi koma þangað og við hittumst þar, skilurðu. Þannig að þetta var svona event sem ég þótti náttúrulega heiður að hafa verið boðin að halda slíkt erindi ferð mína umhverfis hnöttin. Og síðan haustið þá fer ég aftur til Eþíópíu og það sem að hafði gerst í Grikklandi þegar við vorum í Aþenu að þá ætlaði ég alltaf að skipta dekk á hjólunum mínu. Ég ætlaði að fara á svona takkadekk, kubbadekk, torfæridekk. Af því ég var að fara í gegnum sand
auðnir og í Afríku. Já. Og ég hafði líka, en Ásdís, þegar hún sá dekkin, kom ekki til greina. Ég bara horfði á hana, sko. Það kom ekki til greina að ég færi að setja þessi dekka á hjólið. Henni fannst við að vera komin á einhvern trukk eða traktor, sko. Og hún hélt alltaf að ég væri þá að fara alltaf síðan að fara með hana leiðana eitthvað meira í einhverja meiri torfærur, skilurðu. Þannig að það var alveg sama hvað ég sagði og reyndi, hún bara sagði að þessi dekk fari ekki undir ef ég á að vera á hjólinu. Þannig ég varð að gefa það eftir. Og nú var ég búin að fara inn í Súdan og allt það og ég var í tómu tjóni, sko, leiði fór út af malbikinu, sko. Þannig að þegar ég kem í seinna skiptið, þegar ég kem síðan haustið til Addis Ababa, þá þurfti ég að vera að dröslast með ný dekk á hjólið. Þú veist, frá Íslandi. Og en bara leið og þau eru komin undir, þá bara fann ég, sko, þvílíkt öryggi, sko. Munið öllu. Þú veist, þetta eins og fyrir okkur að vera á sumadekkjum að vetri til, sko, í snjónum. Já. Þetta bara, þú missir allan balans á mótihjólunum, þetta ekki eins og þú sést á með 4 hjól undir faratækinu, þú bara með 2 hjól, þetta bara eins og línudans, sko. Já. En það var líka annað sem að ég gerði, sem að smá útúrdúr, ég ætla aðeins að segja það frá því, vegna að það er mikilvægt fyrir framhaldið, að þegar að ég ákveð það, þegar að ég kom heim úr heimsreisunni minni, þá var ég búin að fara og ég var slysalaus. Ég bara þakkaði almættinu fyrir það. Ég var varla komin heim fyrir ég dett og slasa mig og brotna. Þú veist, ég hélt bara að ég væri nánast ódauðlegur eftir að hafa farið hringinn í kringum hnöttin og sloppið svona vel. En þá bara, þú veist, það er einhver einbeitingaskortur eða eitthvað, það var til þess. Og þá get ég sagt þér, þá var ég laskaður. Þá var ég að brotna í annað skiptið. Þá var ég laskaður og sjálfstrustið var ekki upp á marga fiskana. Og ég hugsaði með mér, ok, ef ég ætla að halda þessu áfram, þá verði ég að gera eitthvað í þessu. Og ég fór á námskeið, 2 námskeið hjá BMWF í Þýskalandi, í bara vikunámskeið, eða svo bæði. Og því líkur skóli sem ég fekk í akstri í torfærum, sko. Og ekki bara akstri heldur, þú veist, ég bara fekk kennslu á mótihjólið, hvernig ég átti að stilla það, hvernig ég átti að setja það upp, hvaða prógram ég átti að nota við þessar aðstæður að hinar, eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd sko. Ég bara hafði keyrt það alltaf í sama mót en þarna fekk ég bara kennslu á því. Þegar þú sér svona möl eða svona sand, þá gerur þetta, þú breytir afstöðinni, þú stendur, þú hallar þig aftur og bak, þú veist, ég bara fekk það sem ég kann á mótihjól. Þannig að þú varst ekkert að nýta hjólið til fulls áður en að lærið allt þetta? Nei, ekki það sem öll þessi prógram sem það bjóð upp á, sem það býr upp á. Einmitt. Þú þarft að meta það hvernig þú tekur spólvörnun af til dæmis. Spólvörnun getur orðið til trafala. Já, þú þarft að meta það sjálfur. Já. Ég held að ég hefði aldrei komist í gegnum Afríku nema því ég fór í gegnum þetta námskeið. Þetta var mjög erfitt, ég þakka fyrir að hafa ekki stór slasa með þannig, sko, vegna sem ég var all in í þessu námskeiði. Allar brautirna sem hafa voru boðið upp á, sumir fóru ekkert, þeir bara hættu við að fara ýmsar þrautir. Ég hugsaði með mér, ef ég ætla að ná sjálfstrustuna, þá verði ég allavega að hafa sýnt að ég þorði að prófa það, sko. Já. Þannig að ég lét mig vaða í allt saman og ég misti hjólið og kútveltist og hjólið og allt saman, sko. Og en þetta var til þess að byggja mig upp andlega fyrir Afríku. Og nú var ég komin á takkadekk, skilurðu? Ég var einn, ég var ekki með farþega og ég var með mína reynslu og bara vel stemdur fyrir framhaldinu. Og hver er staðan þarna? Hvað ertu búin með mörglönd? Hvað stoppar lengi á Íslandi og hvað er mörglönd eftir? Þú veist, Þetta ekki búin með 3 þarna? Já, ég er búin með, ég er búin með Egyptaland, Súdan og Eþíópíu, þetta voru 12, það er ég búin á eftir 9 lönd.
Já, þannig að það hellingur eftir. Já. Hvað varstu lengi eftir á Íslandi? Það var bara yfir sumari, sko. Ég kem hérna heim í júli og ég farin aftur sennilega í september eitthvað svolítið, sko. Já, ok. Þannig að þú tókst bara sumarið. Já, og sko, en á þessum tímapunkti þarna byrja öll ævintýrin sem ég ætlaði mér að upplifa. Hitt var bara forleikur. Skilurðu? Þetta var bara, ég var bara að fara í gegnum þetta til þess að upplifa það sem að koma skildi. Já. Og ég horfði alltaf á það sem ég var að fara að upplifa. Ekki allt þetta vesen sem ég hef búin að bladra núna, skilurðu. Já. Þarna byrja ævintýrin. Og þarna kemur Abdu sterkur inn í dæmið. Þegar ég kem tilbaka, þá ég komið alveg frítt spil, nýtt aukt blað. Við getum fara að skipulegja hlutina allt öðruvísi. Hvað stendur svona upp úr þessum seinni hluta? Það stendur upp úr það að ég fer inn í, með skipulagi í Abdu, þá fer ég inn í allar frumbyggja byggðirnar. Ég geri lykkju á leiðminni í Eþíópíu upp á 670 kilometra og ég að fara inn í svörtustu Afríku, má kannski ekki segja þetta, en þú veist hvað ég á við, það bara að þú út fyrir alla menningu nánast. Já. Sveigir þá inn í miðju Afríku eða hvert ferðu, Kongó? Já. Sko, Kongó er ekki komið á Kongó þarna, Eþíópíu er svo langt fyrir ofan. Já. En ég fer inn í landið og ég með frumbyggja, ég heimsækja eina 4 frumbyggja ættflokka og það bara, það er eiginlega sko, það er eiginlega ekki hægt að fara til Afríku aðeins að heimsækja og sjá og skynja þessa byggðir. En það er mjög erfitt að fara til Afríku og sjá og skynja þessa byggðir. Já, og þannig er ég á mótíhjóli að fara og það er mjög krefjandi. Og ég er ekkert að fara í gegnum það dítelinni kringum það, en ég að fara, það er eitt af þessum sem eina áskorunum mínum bara mótuhjólarlega séð. Já. Og þess vegna kemst ég og get farið þessar leiðir út af því að ég komið með þessa þekkingu, þó með skorti náttúrulega reynsluna. Og koma inn í þessa ættbálka samfélag er svo bara náttúrulega það er svo fróðlegt og gefandi og upplýsandi og það er svo margt sem að maður getur lært af í raun og veru lært af því og ég skal nefna dæmi að eitt flokkurinn sem ég fór í, þar voru bannaðar eldspýtur máttu ekki nota eldspýtur þú varst að fara út í skó velja réttu tegund af tré búa til svona stykk og svo áttur að nota hálminn og þú býrðu þér þess að nutta þessu saman eins og indíánarnir gera sko. Já. Það gerður þau. Máttu ekki nota eldspýtur. Það var svindl. Já. Og þarna verið að halda í allar þessar hefðir og þau vita örugglega hvað myndavélar og flatskjáir eru og allt það, en þau bara passa sig, við viljum bara hafa okkar samfélag svona. Og þarna var til dæmis einn þjóðflokkurinn, það voru 110 manns sem að bjuggu saman, ein fjölskylda, einn hvað segir maður, ættarhöfðingi. Já. Hann var 78 ára gamall, bjóð þarna með sínum 6 konum og hver kona bjóð í svona litlu húsi, svona moldarhúsi og var með sín börn þar og allir unnu saman. Ef ein kona veiktist þá komu hinar og hlúa að henni og hjálpuðu henni með uppeldið og þú veist, þetta var eitthvað svo sérstakt fyrir. Og hvað svona þorp, hvað búa margir þarna? Þarna voru 110 manns. 110 manns. Og þau veiða sér bara til matar? Já, en þeir voru með 50 geitur og 32 kindur. Og hvað fólk að borða aðalega þarna? Já, það ég átti að mann ekki alveg nákvæmlega hvað það var náttúrulega kjöt líka, kjöt mikið og svo náttúrulega með akra og þeir eru að, þú veist, yrkja þá. Þannig að þetta er bara fólk sem að lifir á náttúrunni og þau eru ekkert að mynda eitthvað mikið CTO, sko, skilurðu, og það er ekkert verið að fara í bæinn og kaupa einhverja tegunda sjampói. Nei.
það bara, sápan bara búin til. Já, og það? Já. En hvað með eins og skóbúna og svona, þetta berfætt börn og svona? Það mikið berfætt, en það eru kallað sandalar Afríku, veistu hvað það Ég getum trúið að það sé bara iljarnar manns. Nei, það eru sandalar sem eru búin til úr bíldekkjum. Já, einmitt. Það er standardinn þarna. Þannig að þarna fer maður inn í þessa byggðir allar og var þetta að lýsa því í löngu máli. Bókin mín, hún náttúrulega fjallar mikið þetta því ég komst í svo mikið návíi og miklar svona portréttmyndir frá þessu. Já, einmitt. Maður sér það vel í bókinu, það varst alveg komin hérna, þetta er ekki hérna, maður sér bara að þetta eru svolítið frumbyggja. Já, það er frumbyggja dæmi. Nú svo er það náttúrulega það sem tekur við síðan, það eru náttúrulega dýragarðarnir eða þjóðgarðarnir og komast í snertingu við öll þessi dýr, þú veist, við erum að tala um hlébarða og ljón og fíla og gíraffa og þú veist, hýenur og allt, og þetta er allt í þessu eðlilega umhverfi. Þegar maður hefur séð þessi dýri, einhverjum dýragörnum, þetta eru einhverju vanlífa verur en þarna sjáðu vera gíraffan að teygja hálsin upp í björgina í trjánum og strútana leita æti og allt þetta ég gat verið þarna löngum stundum að fylgjast bara með og náttúrulega taka myndir og ég leiði með þann lúksus að leigja mér bara eitt safari jeppa fyrir mig, venjulega þú veist, taka einhverja 6 eða 8, en ég vildi bara ekki hafa neina truflun af neinum frá neinum þannig að ég var með bara einn safari jeppa og guide með mér allan tíma sem ég var inn í þjóðgarðunum. En í Nairobi, nú er ég komin niður til Kenya, en inn í Nairobi hafði ég frétt af íslenskri konu sem að hafði ástand manni sínum sem var frá Kenya, hún heitir Þórunn Helgadóttir, hún og maður hennar þau höfðu samið við bæjar yfirvöld að kaupa landsbyldu að þau ætlaði að byggja þar skóla og þessi landsbylda hún var á miðjum Öskuhaug, þannig að þau þurftu að byrja því að hreinsa til og byggja upp skólan og núna í dag, þetta var 2008, núna í dag 2021 að þá þau með 1350 nemendur í þessum skóla sem reyndar á 2 stöðum, annar við Kilimanjaro og 450 af þessum krökkum, þessum nemendum eru þarna full board, eru í heimavist þannig að og þetta það eitt af því ótrúlegasta hjálparstarf sem ég hef upplifað sem eiga sér stað þarna hjá þessari íslensku konu og ég bara að vera meðal fólksins og kennaraliðsins og sjá krakkana og heyra hvernig þau tala skólan og Þórunni og þetta er reynd ótrúlegt ég vildi þegar ég fór frá henni ég var svo uppveðraður að mér langaði til að sýna henni eitthvað þakklæti, eitthvað sem hún myndi muna eftir og þegar ég fór frá henni og var að fara upp á hótel og ég sagði að því ég fór á mótíhjólinu inn í til hennar ég átti að taka rúðun á gefinina af hjólinu? Já, bara skjöldur fyrir hana, bara sýna henni einhverja fórn skilurðu, auðvitað hefði það sett strikið reikningi fyrir mig að ferðast án hlífarinnar en ég var bara að ég skildi ekki hafa fengið þessa hugmynd fyrr að gefa henni það bara rúðuna þegar plastrúða bara rifa hana af en þú veist þessi manneskja kemst næst til að vera móðir Teresa okkar Íslendinga. Og hún þarna ennþá bara með sitt starf? Já, þetta er ótrúlega og því ég áttur að gera henni góð skil í þættinum. Já. Þannig að
En ekki líka rétt skilja hjá mér að eins og við tölum í svona lærdóminn þinn af fyrriferð, hringferðinni að það hafi verið að bara þessi 3 orð, fólk gott en þú út af við snertum aðeins á því að þú var að fara inn í þessi þorp og svoleiðis, hvað lærdóm ert að draga af Afríkuferðinni í tengslum við lifnaðarhátt frumbyggjana í þessum þorpum? Já, sko frumbyggjarnir eru kannski ekki í þorpunum þarna sko í þar að segja fátækrahverfinu þar sem hún með skólan. Nei. Og hún eiginlega við Kibera fátækrahverfið sem að telur einhverja 1 milljón manna. Þú veist, þetta fólk sem bara í einhverjum bárujárskofum. Já. Og að fara þarna þetta hverfi, ég fór í fylgd með strák sem býr í hverfinu en býður ferðamönnum upp á svona þjónustu að labba með í gegnum þorpið. Já. Þetta ótrúlega lífsreynsla að sjá allt þetta fólk við þessar aðstæður og heyra barskráturinn koma frá, þetta bara skerandi að heyra barskráturinn frá einhverstaðar var hér og þar. En samt sérðu líka í allri drullunni vegna þess að þú veist bara skólpkerfið ofanjarðar. Það bara rennur niður milli húsana og fnykurinn eftir því. En það gaman að segja frá því, áhugavert held ég, að Alþjóðabankinn tók sér til og byggði einhverjar 20 stóra, risastóra blokkir sem eru í hlíðum Kibera, þú sér það frá fátækrahverfinu, þessar blokkir og þær eru ætlaðar hugsunin var að koma fólkinu frá Kibera og inn í þessar blokkir og það sjálfsögðu á fengu ættingjar og vinir stjórnmálamannana forgang á því að fara inn í þessar blokkir. Sjálfsögðu. Síðan fór að bera því að fólki fór tilbaka. Það fann sig ekki í blokkunum. Það var ekkert kerfi, þú veist félagskerfi eða heilbrigðisþjónusta eða neitt sem að tók við fólkinu og var komin inn í þessi box. Þekkti ekkert nágranna þannig að fólkið flutti tilbaka. Og það kannski, það fegurð í þessu að þráttu verið þennan luxus sem við getum kallað sem var í þessu 9 blokkum og vildi fólki frekar búa í Kibera meðal sinna vina og vandamanna. Vegna þess að þar öryggisnetið. Ef einhver veikist, þá eru nágrannir, koma, hlúa að viðkomandi, passa börnin, sjá til þess að allt gangi og bara félagsþátturinn, gleðin og hláturinn og allt það, sorgin, það fann það ekki í blokkunum. Það var bara orðið eitthvað inn í einhverju boxi og bara einangraður, kunni ekki á þetta. Og ég held að þetta sé aldrei leksía líka fyrir okkur að sýnir hvað það og ég hef upplifað þetta, þú veist, ég talaði þetta í síðasta þætti, þú veist, þegar við erum talað hvar fannstu hamingjusamasta fólki og ég segi alltaf, ég veit ekki hvort það hamingjusamasta en ég fann glaðlegasta fólkið í fátækustu hér þessa heims og ég kann enga skýringa á því en það sem ég sá var það að fólki bjó svo þétt saman. Það var kynslóðunar, mamman og pappin með börnin sín og afinn og amman, þetta var allt saman og ekki bara þau heldur systkini þeirra og vinir og vandamenn voru allt í kring, skilur við. Og þetta á við og ég fekk staðfestingu á þessu svo mikið í Afríku. Þetta eru gildin og það ekki einu sinni, og það ekki bara í Kibera. Ég var í Kenya gisti hjá kennara í Kenya í langt inn í landi þar sem að fjölskyldan hans bjó myndu bara segja velefna fólk eða þannig að segja það bjó allt í þessu konsepti, sveitinni, þar sem amman og afinn og fransiskin og allt var allt passað upp á hvort annað og þú veist, hjá okkur þá þetta auðvitað það þannig að út af því að við erum hér á þessari litlu eyju í Ballarhafi þá erum við með alla ástvinnu okkar og börnun okkar og ömmur og afa en engu að síðu þá erum við alltaf að þróast út í það að láta kerfið taka við. Við erum með dagskólana eða dagheimilinn og við erum svo með elliheimilinn og allt það en þarna
hugsar fólki allt sitt fólk og þegar að fólki fer að eldast amman og afinn, þau eru ekki að senda á eitthvað elliheimili, þau bara eru í vafinn sinni fjölskyldu og að því leiti held ég að Afríku fólk og sem betur fyrir það ekki tengt efnahag fólksins eða okkar hvernig við fáum notið hamingju og slíkt vegna þess að þetta svo einfalt prinsipið svo einfalt hamingjan snýst það að vera í samnetum við þína fjölskyldu það eru frumskilyrði fyrir því held ég að þú sért hamingjusamur þú getur rátt hvaða tæki sem eða bíla eða hvaða ferðast eða jafnvel ferðast á mótihjólum heiminn og allt það ekkert sem kemur í staðinn fyrir það að vera með góð sambönd við þína ástvini má kannski segja það líka þversögn í þessu að ég fer út heiminn á mótihjólunum mínu aðleitt og ég kem tilbaka já það sem skiptir máli að vera meðal sinna ástvina skilur við En líka gildran sem bara svona eins og við höfum rætt bara lífskapphlaupið og efnishyggjan og allt þetta á að vinna og safna pening og svona ég meina þú varst mikið þú vannst myrkran á milli sem ungur maður Já, alveg tók þátt í þessu öllu saman ég meina ég ekkert að reyna að upphefa mig neitt þar sko, ég meina ég tók alveg þátt í því ég keypti mig fína bíla og allt það sko en maður einhver síðu þá held ég að sko ég sé það svo mikið hvað þetta mikilvægt og ef það einhver skilaboð sem ég myndi vilja gefa til fólksins eða unga fólksins haldið utanum ykkar fjölskyldu og sem betur fyrir held ég það að þetta hafi breyst ég sé það bara á drengjónum mínum hvað fjölskyldu lífið þeim óbóðslega mikilvægt ég var ekki svona góðu fjölskyldu faðir eða að því leiti að ég var alltaf vinnandi og ferðalögum erlendis og businessferðum og á þeim tíma þá var maður neyddur til þess að vera alltaf fram á sunnudag, maður gat aldrei komið heim og maður búin með fund eða eitthvað og komið bara heim á föstudagskvöldið, það var svo óbóðslega dýrt sko og borgaði eitthvað 2-falt eða 3-falt verð fyrir það að komast á föstudegi heim, þannig að maður var löngum stundum alltaf einhverstaður Kaupmannahöfn eða London, einhverstaður yfir helgi kom heim á sunnudegi og svo byrjaði maður að vinna á mánudegi skelfilegt sko þannig að sem betur fyrir held ég að hugsunin að breytast en ég held engu að síður að það megi hnykkja á þessu hvað þetta ofboðslega mikilvægt Þú veist alveg það mikið burtu að þegar þú fórst erlendis þá var það þannig að einn sonuðin hefði ekki eins og tekið eftir Ég var nú að segja þér að þetta bara prívat sko Nei, það alveg rétt, ég meina að vera mamma konan ástæðsaði við strákana á 3 drengi að pabbi væri að koma frá útlöndum var hann í útlöndum? Ég veit Það ekki tekið eftir Þannig að það, bara svo það sé á reynu þú veist alveg hvort þú tala þú ert búinn að brenna þig á því að hafa Já, þú veist sé eftir, skilur það ég sé dálítið eftir þessu og að en auðvitað ég líka að reyna að vinna þetta upp núna, nú hef ég ráðað því að degra dálítið við mitt fólk skilur þau, þannig ég bý til samveru stundir í dag. Algjörlega, og finnst þér þetta eins og þú sagðir að þetta var að breytast, tekur eftir að hvað það þá bara svona áherslan í þjóðfélaginu? Já, þú veist, ég sér helgar fólk að hjóla með litlu börnin sín og gera ýmislegt íþróttalífið í blóma, fylgja börnunum á íþróttaviðburði og allt þetta sko. Þetta var ekki svona í gamla daga sko. Og með þessi bróði minn sem var í fótbolta, hann sagði einhvern tímann sko, hann er 62 ára í dag, eða 61, hann sagði, ég man aldrei eftir foreldurum mínum á kappleik með sko, að fylgjast með mér. Nei. Þannig að þau breyst núna þetta allt annað. En ég bara að segja, þetta það sem skiptir máli og ekki bara með börnin sín, líka með afan og ömmuna. Og auðvitað ég komin að þá stöðu núna að vera, ég er afi, skilur 4 barna og að vona 1 til viðbótar. Og ég bara get ekki hugsað þá hugsun til enda að mér verður fyrir komið á einhver elliheimili. Og þar takk ég við bara eitthvað fólk, jæja Kristján minn, pillurnaðinnar hérna og þú veist ég bara
að því leyti held ég að við erum að leysa dálítið vandamál, koma gamla fólkinu inn á svona stofnanir til þess að við getum ferðast og haft það gott. Skilur þau. En bara samneyti við milli kynslóða svo mikilvæg og ekki bara, þú veist, finna fyrir hjartslættinum og það heldur líka það að bara þiggja ráð frá sér eldra fólki. Það er mikilvægt. Pabbiðin var duglegur í því? Pabbi gaf ótrúlegustu ráð við hinu og þessu og maður skildi það ekkert þá en ég skilði það í dag. Já, getur við tekið bara, mér finnst þetta svo gott sko og ég veit að þér finnst þetta kannski ekki eiga við alþjóðið eða neitt sem bara svona hvernig þetta virkar eins og bara með mígrænið þitt. Já. Þú færð sem sagt mikið mígræni en þú ert búin að finna nokkra svona töfra lausn á því. Já. Sem er bara að leggja sig. Já. Þú ert bara 10-15 mínútur, slokna á þér og þú vaknar ferskur. Já, algjörlega. Og þú ert að passa að þessar upplýsingar berist niður ættleikinn. Já, ég ætla að sjá til þess. Og það sem þú ert, sko, þetta hljóma nú bara, já, býtu, ok, þú veist, ég fatt ekki alveg hvað að fara með þessu, en þú ert þau í raun að segja, herðu, ef einhver í minni fjölskyldu er að díla við það sama og ég út að hann erði mín gen, þá er þetta lausnin sem ég er búin að komast á. Þú þarft ekki að glíma við þetta í 10, 20, 30 ár til þess að finna lausnina sjálfur. Þú þarft ekki að láta, þú veist, ef að afkomendur mínir munu fá sömu genin og ég ber, og þau lenda í því að fá þetta mígræni. Þá er ég búin að búa til að finna út aðferð sem þau geta nota án þess að þurfa að taka inn pillur. Já. Og þú veist, ég er búin að, þetta er búið að vera minn fylgifiskur og allan hringinn í kringum hnöttin hef ég þurft að díla við þetta. Þetta er bara stórt atriði á ferðalögum mínum. Og þetta er bara gott dæmi það, ég vil bara tryggja það að mínir afkomendur fái þessa vitneskju. Pabbi gaf mér ýmislegt annað en þetta er eitt af það sem ég legg áherslu á. Og kannski svona vitneskja sem að þú ert að bara svona til þess að ég undirstriki það, vitneskja sem að þú getur miðlað áfram og ég veit að þú ert síðasti maður til þess að láta okkur háan hest eða predika eitt eða neitt, en eitthvað sem þú hefur komist að heiminn er að fólk er gott, ef ekki frábært, og að fjölskyldan er það dýrmætasta sem maður á eða allavega í þínum tilfelli og þú séð það víðar heiminn. En mér langar þá að spyrja, út af því þú ert búin að halda marga fyrirlestra og tala mikið þína ferð og trekkir að bara mikinn áhuga frá fólki. Hver er svona þeirra algengustu spurningar? Því ég veit að þú færð mikið af þeim og er eitthvað svona, getum við bara tekið bara stutta yfirferð á því út af því að fólk er kannski að hlusta á þessa sögu og það er ekki að pæla í mörgu og ég er líka að pæla í mörgu, við erum bara búin að tala þetta saman í tæplega 3 klukkutíma. 3 klukkutímar? Látum þetta gott heita maður. Þannig við komum ekki öllu að, en þú hlýtur að sjá einhvers konar mynstur í því hvað fólk spyrði út í þegar það heyrir að þínum ferðalögum. Og ef þú getur, ég veit ekki hvers ég má ætlast til hérna aður, en sérðu eitthvað mynstur í því hvað aðeins eldra liðið er að spá í versus aðeins yngra liðið er að spá í? Ég er nú yfirleitt í einhverjum svona rótæri klúbbum og slíku sko, þannig að frekar ekki þessi eldra en svona miðjan aldur og yfir sko, frekar eldra en ég sé með mjög ungu fólki sko. Já. En það er náttúrulega alltaf sömu spurningarna sem að ég er að fá og ég byggi tóldi fyrirlestranna mína á einmitt þeim spurningu sem ég er að fá og stundum breyti ég áherslur eftir því sem ég held fleiri fyrirlestra og er að heyra fleiri áhugaverða spurningar. Einmitt. Síðasta spurningin sem ég fekk sem ég fannst vera tóldi áhugaverð, þá var það, þú á þessum aldri, þú veist, þú tekur ákvörðun það að fara einn á mótuhjóli hringir einhvern hnöttin, þú ert 58 ára gamall þegar þú leggur að stað eða þess að 57 ára þegar þú leggur að stað datt ekki til hugar að bara fara með skemmtiferðaskipi og fljúga á milli akkur mótuhjól og mér finnst þetta alltaf áhugaverð spurning sko það að fara með skemmtiferðaskipi eða einhverjum fyrsta klassa flugvélum á milli staða, þá ertu bara ferðamaður. Þú ert ekki,
þú ert ekki að fara í einhverja ævintýraferð, þú ert ekki að upplifa, það bara önnur tegund af upplifun. Ég var að reyna að komast í svo mikla snertingu við lífið sjálft, ekki bara fara til Angkor Wat eða Taj Mahal og svo fram með sjá einhver undur, heldur var ég að fara niður sveitirnar og komast í snertingu við fólkið sjálft og það svo stór hluti af minni ferðamennsku, það að tengja mig við fólkið og ég held að þú veist, bókin minn og bækurnar, það sína það einmitt. Algjörlega, bara nándin. Já, en ef að ég á að segja, þú veist, og ég spurður að því, þú veist, hver var mesta ógnin við það að ferðast? Og mesta ógnin við það að ferðast heiminn, það eru fordómar þínir. Ég búin að segja þetta áður og ég get endalaust talað það. Við erum svo fordómafull og það rýrir svo mikil gæði okkar, ekki bara þeirra sem að verða fyrir fordæmingun okkar, heldur okkar líka, vegna þess að við lokumst algjörlega með hendur í skauti og hneykslumst og allt það. Maður verður að taka móti öllum breytingum opnum örmum, ef maður ætlar að upplifa. Og það svo stór hluti að ég tel að ég hélt áfram að ferðast, sem ég ætlaði bara að ferðast, þú veist, í 3 mánuði eða 4, að ég komin í 10 mánuði. Það út af því að ég búin að sleppa á þessum fordómum. Það svo stórt atriði. Og það að ferðast, ég get ekki gefið neinu ungu fólki betri ráð en að ferðast. Vegna þess að það verður svo mikil djúp þekking og það verða svo mikla opnanir fyrir því á bara gangi lífsins og það engin furða þá ég komi, þú veist, tilbaka sem breyttur maður vegna þess að ég opnaði fyrir þetta allt saman og við viljum ekki vera flokkaðir inn í einhverjum bergmálshellum og vera bara í samneyti og samskiptum við fólk sem að hugsa eins og við gerum, heldur viljum við opna okkur og ég held að það sé grunnurinn að bara farsælu lífi sko. Og þannig hefur við líka bara ykkar, þú átt ekki barnin eða þú veist ykkar afkomendur unga fólksins að opna þetta fyrir afkomendunum líka. Ég ætla að segja eitt og ég ætla að leyfa mér að hreykja mér fyrir eitthvað sem ég mjög hreykin af. Endilega. Það það að ég var skiptinemi og það breytti mér mikið. Það breytti og þetta ferðalega breytti mér mikið. En ég hafði og hef náttúrulega haft áhrif á mína drengi sem að fóru allir 3 sem skiptinemar og ég held að það sé ofboðslega uppbyggilegt fyrir hvern og einn að þurfa að standa og búa með fjölskyldu í 1 ár og þurfa að læra á og taka tillit til annara og byggja upp sjálfstraustið. Vegna það ekkert held ég sem að skiptir ungviðin jafn mikið í dag eins og sjálfstraust. Og sjálfstraustið þú geta sagt nei takk. Þú veist, það eru svo marga fristingar til í dag að þú þarft að byggja upp sjálfstraustið og allt þurfa að miða allt að því og þú veist, í kringum með vini mínir og vandamenn sem hafa lent utan brautar og ánýttist eiturlífum. Hvers konar niðurbrjótandi afl þetta ekki bara fyrir einstaklinga, bara fyrir fjölskylduna alla á nærumhverfi. Þess vegna ég að tala höldum utan hvort annað. Það svo mikilvægt til þess að fólki og kippaði inn á brautina þegar það fer út fyrir. Ekki segja þetta einhver stofnun sem á að hugsa þetta það okkar að gera það. Ekki að lífís alltaf á einhverja stofnanir. Og þannig held ég sem betur fer og ég vona að þeir mun ekki ánýttast eiturlíf drengirni mínir. Þú veist, komnir á þennan aldur, yngsti 32 ára gamall. Að ég held að þetta sé happdrættisvinningur lífs míns. Að hafa alið upp þessa drengi og þeir komist í gegnum án eiturlífa. Þú veist, mér finnst það bara ég hef bara klökkur, ég tala það skilur
þetta er svo mikill happdrættisvinningur og þar ég aftur komin sko til Afríku þegar ég tala skiluru ættbálka þjóðfélögin sem halda utan hvort annað. Já. Það er svo margt hægt að læra af Afríku. Þessari stórkostlegustu og stórkostlegustu álfu heims. Eins og ég skynja hana. Algjörlega. En við stöndum í þakkarskuld Afríku fyrir margt að því að við Vesturlanda og vestarinn heimur hefum ekki farið þessa heimsálfu við bara ekki farið allt og vel með við hefum ekki farið vel með landin í fólkið þarna. Já, þannig að það er raunir saga en þú veist getum talað endalist þetta en ég held að þetta mín svona loka orð með hvað Afríka hefur kennt mér líka. Algjörlega, það er fallegt. Kristján Gíslason, hvernig verður næstu málum háttað? Þú ætlar að gefa út bókina. Já. Og fólk getur fundið hana hvar? Á hringfarin.is. Já. Og hún er komin þangað núna. Ég er líka að halda fyrirlestra og ef fólk vil fá mig halda fyrirlestra þá ger ég það. Þetta er allt gert í nafni Hringfarans, styrktarsjóðsins, við tökum ekkert fyrir þetta. Seljum bækur og allt sem kemur inn vegna sölu bókarinnar og heimildamyndana fer í þennan sjóð, ekki bara ágóðun heldur hver einasta króna vegna þess að við hjónin við kostum til gerð þessara þátta. Þannig fólk er ekki að kaupa nýtt mótorhjól handa þér með því að kaupa bókina. Nei. Það er auðvitað það. Já, nei. Þannig að hvernig getur fólk séð myndina frá Afríku? Myndin frá Afríku er í framleiðslu núna, kemur til sýningar í byrjun janúar og ég veit ekki einu svona hvað eru margir þættir þá það er verið að klippa þetta. Já, ok. En ef menn vilja taka forskotið smá, sjá hluta þessu, þá er hægt að kaupa bókina og í bókinni eru svokallaðir QR-kóðar. Það er 35 QR-kóðar sem að gefa aðgengi að svona stiklum. Einmitt, þetta er mjög skemmtilegt. Já. Og myndir þann lifna svolítið við þarna. Þannig að maður getur verið að fletta í gegn og séð ljósmyndir og lesið stuttan texta með og svo getur maður tekið upp síman og þá sem maður vídeo frá því þegar myndin var tekin. Já. Og þetta ég er vonast þess að unga fólkið sem þú veist, má ekki missa af símanum og allir internetinu, YouTube og hérna, að það tengi sig við bókina. Já, fara að lesa, horfa á myndirnar og auk þess að skoða vídeón. Og ég held að þetta er náttúrulega nýlunda, ég hef ekki séð þetta, ég hafði enga forskrift fyrir þessu, en ég held að þetta gefi góða innsýn inn í það líf sem ég var að lifa í Afríku. Ja, þetta gerir það. Þetta opnar aðeins á myndina og sýnir mann aðeins í kring. Engin spurning. Ég held það. Kristján Gíslason, bara hringfarin.is og áfram með smjörið. Ég hlakka til þess að fá þið þátt 3 þegar þú voru búin að gera eitthvað alveg glænýtt. Hringum jörðina á loftbelg eða hvað það nú verður. Já, takk fyrir það, og takk fyrir að sýna mér og minni sögu áhuga.